Herru, Kamma. Komið sæl öll sumul, mikið gaman að sjá ykkur öll hérna í dag og verið hjartanlega velkomin, bæði þið sem eru með okkur hérna í Ráðhúsinu og þið sem eru með okkur í streyminu á þennan fyrsta opna fund nýs borgarstjóra og í dag ætlum við að tala málana, húsnæðisuppbyggingu og yfirskrift fundarins Byggjum borg fyrir fólk. Hulda Hallgrímsdóttir heiti ég og teymistjóri í atvinnu- og borgarþróunarteymi á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara og ætla að leiða ykkur í gegnum fundinn hérna í dag. Ég þarf að lofa að allir hérna inni munu fara út af þessum fundi með einhverjar nýjar upplýsingar og vonandi líka bara góðan innblástur í þeirra vinnu. En dagskráin þétt og því ekki seinna vegna að hefjast handa með því að bjóða borgarstjórinn okkar, Heiðu Björgu Hilmisdóttur, velkomna á svið. En hún ætlar að segja okkur frá áherslum samstarfsflokkana, fara yfir nokkra lykiltölur í húsnæðismálunum og húsnæðismálum borgarinnar og taka okkur svo í ferðum borgina og sýna okkur helstu uppbyggingarsvæði. Gjörðu svo vel, Heiða. Takk fyrir og takk fyrir að koma öll þeir sem eru komin hérna í salinn, gaman að sjá svona mörg samankomin og líka þeir sem eru að fylgjast með í streymi. Þetta mikil ánægja fyrir mig og okkur í meirihlutanum, við söknum svolítið síðasta haust að það var ekki svona húsnæðisfundur og við vorum þess vegna spennt að keyra í gang og þetta svona ákveðin uppskerumessa alltaf fyrir okkur, oftast hefur verið kynnt hér húsnæðisáætlun en við munum fara í gegnum það hérna aðeins, í smá svona hraðferð í gegnum borgina. Nýr meirihluti, nýjar áherslur, en sama gamla góða Reykjavík og hún á fleygiferð og verður áfram. Ef við horfum á hvernig við höfum verið að byggja undanfarin ár, þá erum við að koma úr mettíma, við erum búin að vera að byggja mjög hratt og mikið í borginni. Það eru 989, hér ekki dass, sko. Það 989 íbúðir sem að koma í fyrra í Reykjavík, en að jafnaði hafa þetta verið 1150 íbúðir á ári, síðustu 5 ár. Ef við horfum lengra aftur í tíman, þá reyndar hefur þetta svona kannski haldist svolítið í við fjölgun íbúa. Það má ekki vanmeta fjármagni sem kom hérna eftir stríð og ekki heldur að við okkur hefur kannski fjölgat aldrei hratt á köflum og í kringum hrunið, þá sjáum við samdráttinn, en engu að síður sjáum við hérna greinlega síðustu ár hafa verið þessi stóru miklu uppbyggingarár borgarinnar. Og við höfum verið að sækja okkur veðrið og verið vel yfir meðaltali og þar verðum við að vera og verðum að gefa í áfram. Og mér langaði svona á þessum fyrsta fundi okkar, nýju samstarfsflokkana, að við færum svolítið kannski gegnum þessa kraftmiklu uppbyggingu, þannig að við færum góða tilfinningu fyrir því hvar við erum stödd og síðan skoðum svolítið örlítið inn í framtíðina. Og þetta náttúrulega dásamlega falleg borg, eins og við sjáum, þannig ég tími varla að ýta áfram, en við skulum samt gera það. Okkur fjölgar nefnilega hratt, og þannig að þó við byggjum mikið, þá þurfum við að byggja ennþá meira
af því að við erum bara borg í örum vexti. Það auðvitað gleðilegt. Við fórum nokkur á fund borgarstjóra Helsingi sem sagði að borg sem ekki með húsnæðisvanda ekki skemmtileg borg, þangað vill enginn flytja. Borgir vilja vera eftirsóttar en við viljum auðvitað geta tekið á móti öllum. Hér hefur fólki fjölgað það bil 2,2% að meðaltali á ári. Ef við berum okkur saman við til dæmis Oslo, þar verið fjölgunin rétt rúmlega 1% og í Stockholm 0,6%. Þannig þið sjáu að við þurfum að vera með mjög kröftug uppbyggingu til að geta tekið á móti öllu þessu frábæra fólki sem vill hingað flytjast. Og það hefur við gert. Okkur hefur fjölgað nokkuð hratt. Og við höfum ekki bara verið að hugsa að fjölga íbúðum, við höfum líka verið að hugsa að byggja heimili fyrir fólk. Að allir geti fundið sér stað í borginni og það hefur verið svolítið sérstæða Reykjavíkurborgar. Reyndar kom nú rammasamningur á vegum ríkisins sem kallaði eftir því að fleiri sveitarfélög kæmu með kröftugum hætti hérna inn. Reykjavíkurborg hefur haft algjöra forystu það að byggja upp félagslegt húsnæði, byggja upp húsnæði fyrir ólíka hópa og ef við teljum til dæmis bara hér á höfuðborgarsvæðinu allt félagslegt húsnæði, þá sjáum við hér að Reykjavík hefur mjög mikla yfirburði því að við erum þriðjungur landsmanna og ekki alveg svona stór hluti af höfuðborgarsvæðinu. Ef við tökum allt húsnæðið þá aðeins ná hin sveitarfélögin örlítið stærri broti þar sem þau eru að byggja líka fyrir eldra fólk. En við þurfum meira af þessu, við viljum sjá meiri áherslu á þetta. Og það sem við erum að tala þarna í rauninni áherslunar í samstarfssáttmálum. Að við séum að ná virkilega utan alla þessa ólíka hópa sem að búa í borginni, sem að vilja búa í borginni, sem búa allt land, en sumir þeirra neyðast til að flytja til borgarinnar. Við viljum að öll vilji flytja til Reykjavíkurborgar, við skiljum það vel, en við viljum ekki að neinn þurfa að neyðast til þess. Þannig við settum mjög stíft inn þegar við vorum að móta þennan nýja meirihluta, núna fyrir mánuði síðan, að þetta væru okkar áherslur. Við viljum tryggja áfram að Reykjavíkurborg sé að mæta þörfum fólksins í borginni og við bjóðum fólk velkomið óháð því hvaða þarfir eða langanir eða væntingar það hefur. Og við erum að leggja ennþá meira áherslu á félagsstyrkt húsnæði en líka að vinna því að fleiri sveitarfélög komi með okkur í þá vegferð. Við erum ekkert að hrópa frá því að við viljum gæði, við viljum að sjálfsögðu blandaða byggð, við viljum fjölbreytta búsetukosti, en þessi áhersla má ekki gleymast. Við höfum lagt á það áherslu að leita nýrra leiða, nýrra lausna, hvernig getum við hraðað mögulega uppbyggingu, hvernig getum við tryggt það að við eigum fyrir þeim innviðum sem þurfa að koma með nýri uppbyggingu því að það ekki bara íbúð eða lóð ekki bara lóð eins og ég oft sagt, það þarf að byggja vegina og það þarf að sjá veiturnar og samgöngurnar og leikskólana og skólana og félagsstarfið og þetta ýmislegt sem þarf að koma til og það heldur ekkert gaman að flytja inn í hverfi þar sem það ekki. Ég hef alveg reynsla því sem krakki að flytja með mömmu og pabbi eitthvað hverfi þar sem það var ekki eins og sími, sími bara einhvers staðar. Skólinn langt í burtu, engir vegir. Við viljum ekkert byggja þannig núna. Það voru í gamla daga. Núna vill fólk geta flutt inn og það séu þessir félagslegu innviðir sem þurfa að vera til staðar. Og við vorum sammála um það. Við vildum tryggja einhvern veginn hvernig við getum gert þetta og höfum verið til dæmis í samstarfi og samtali við verkalýðshreyfinguna. Við höfum þetta unnið undanfarin ár með Bjargi og Blæ og fleiri aðilum sem hafa komið að kröftugri uppbyggingu sem hefur þá líka tryggt það að fólk sem ekki hefur búið áður við öruggt heimili hefur fengið tækifæri til þess. Og það er ótrúlegt og bara magnað að sjá hvað það breytir miklu. Við tölum heimili fyrst fyrir þá sem eru heimilislausir, en heimili fyrst í rauninni fyrir okkur öll. Öryggið af því að vita hvar þú átt heima skiptir okkur öll svo miklu máli. Þannig að við ætlum hér á eftir að formgera pínu þetta samtal og samstarf vonandi til framtíðar og sjá hvort að við getum náð þarna nýjum leiðum til þess að tryggja þessa uppbyggingu að hún verði hraðari og réttlátari og sjálfbær. Þannig við séum ekki að taka neinar áhættur þarna og byggjum upp með fólkinu fyrir fólkið. Við höfum líka verið í samtali við ríkisstjórnina, fulltrúa hennar það hvernig við getum mögulega nýtt einhver hús á vegum ríkisins sem að standa auð og ekki í notkun. Við höfum líka verið að velta fyrir okkur einhverja lóðir sem ekki búið að skipuleggja algjörlega og hvort við getum einhvern veginn komið þeim og nýtt þær innan borgarinnar með öflugri hætti. Þannig að skoða svona fjölbreyttari búsetuform. Til dæmis, þetta nú eitt af mínum uppáhalds
búsetuformum, ekki það að ég hafi reynslaðum sjálf, en þetta eru dásamlega lítil hús sem hafa verið byggð við borgina fyrir fólk sem að koma úr heimilisleysi. Við höfum verið að byggja fyrir fatlað fólk, líka falleg hús, dásamlegt hús sem að byggjast upp á Stýrimannaskóla 1. Við erum að byggja fyrir eldra fólk, við erum að byggja fyrir námsmenn. Hér sjáum við, hér bara búið að taka yfir sögu með fallegum hætti fyrir námsmenn. Við höfum verið að byggja fyrir fólk vegna þess að þarfir fólks eru einfaldlega mismunandi og við þurfum að taka utan allar þessar mismunandi þarfir. Við vitum og sjáum, HMS var með kynningu í vikunni, þar sem að talaði að líklega myndi okkur sem búum í hverri íbúð fækka. Það eru breytt, öldruðum fjölgar og þeir eru að færri börn, svona almennt, það er nú allir gangur að því samt. En fæst eigum við mörg börn þegar við eldumst, fleiri verkamenn hafa flutt til landsins sem búa einir, fleira fólk kýs að búa í minni íbúðum. Allt þetta eru spá sem kom frá HMS og við þurfum að taka það inn í okkar áætlanir. Þannig að við sjáum það, við þurfum að tryggja íbúður á öllum stærðum að gerðum. Við þurfum líka að fylgja þróunin og skoða þær spár sem að koma. Og þarna verðum við að vanda okkur, þannig að við séum alltaf að við þurfum að horfa til framtíðar og við þurfum að vera að undirbúa okkur fyrir þá þörf sem að mun skapast eftir 5, 10, 15, 20 ár. Þannig að húsnæðisþróunin fylgi þjóðfélaginu. Við sjáum það að gæðin skipta sköpum. Þar í rauninni alveg saman hvort það að vera að tala torg eða grænsvæði eða samgöngurnar eða annað. Þetta skiptir okkur svo miklu máli bara fyrir okkar lífsgæði og fyrir okkar heilsu. Umhverfið okkar kalli á það að við förum út og hreyfum okkur, kalli á það að við förum út og tölum við nágrannana, að við séum einhvern veginn að búa til borg þar sem að fólk vill búa, þar sem við viljum eiga börn sem geta farið út og leikið sér, þar sem að mannlífið einhvern veginn dafnar og samfélagi styrkist, af því að við finnum ekki síst núna þegar við finnum að það er svona kannski mögulega einhverju segja eftir COVID að það sé svona ákveðið rof í þessum samfélagssáttmála sem við höfum verið með, og við séum öll saman í þessu samfélagi, að við þurfum að ýta ennþá meira undir þetta. Og þetta þurfum við að gera saman, því að við þurfum saman að byggja sterkt samfélag og við gerum það ekki einu. Og þarna þurfum við að vinna með uppbyggingaraðilum, að fá ykkur með í það að byggja borg sem að fólk virkilega langar að búa í. Og má gjarnan vera litrík, ég hef gaman að því. En við getum einhvern veginn saman byggt borg sem að er fyrir fólk og við horfum kannski ekki bara á alla fermetruna sem við fáum, heldur líka bara lífsgæðin. Og það er svo ótrúlega mikið lífvægt. Við erum opnað nýjan vef og mér langaði eiginlega að fá að segja ykkur frá honum örlítið og svona kynna þessa stöðu í húsnæðisuppbyggingunni, því þó ég hafi nefnt hérna nokkrar tölur, þá erum við með nýja kortasjá. Og ég veit að hérna inni eru margir sem eru mjög spennt, mörg sem eru mjög spennt fyrir bara að kafa eins dýpra ofan í þetta og hvað er hún að segja og nú fer ég mjög hratt yfir, en þetta er allt saman aðgengilegt á vef Reykjavíkurborgar og við ætlum að bæta okkur ennþá meira í þessar upplýsingamiðlunum uppbyggingu í borginni og við ætlum að þróa þessa kortasjá áfram, starfsfólk borgarinnar hefur verið í þessu. Þannig að við öll getum einhvern veginn fylgst með hvar er verið að byggja Reykjavík, hver framtíðar uppbyggingarsvæðin eru, hvernig gengur að skipuleggja þau, hvernig eru byggingar hafa lóðir og annað slíkt. Og ég vona að þið sjáu þá að græna er framtíðarsvæði, síðan erum við með þróunarsvæði í skipulagsferli, samþykkt deiliskipulag, byggingar hafa lóðir og í byggingu. Og hér er bara borgin öll saman komin í þessu og það er þetta ferðast hérna vel og fallega borgina. Þannig ef þið hafið áhuga á að fara dýpra inn í þetta, sem ég er ekki að efast að þið öll hér viljið, að þá getið þið farið inn á síðu borgarinnar og fylgst með þessu öllu saman og kafað ofan í. Og ég hveti ykkur líka til þess að gera það, nýta ykkur kortasjána og vera í sambandi við okkur. Því að þetta er í rauninni opið öllum, íbúum, hagsmunaaðilum, öllum sem vilja kynnast borgin okkar betur. Og líka af því við viljum bara hafa þessa skýru og kláru yfirsýn yfir allt sem er að gerast. Þannig að uppbyggingar tölur sé ekki það að við þurfum öll að keyra götur og skoða hvernig það gengur, heldur þetta sé allt aðgengilegt og við getum fylgst með því hvernig borgin okkar er að þróast og mótast. Ég ætla að fara aðeins hratt yfir borgina, hvað er í gangi núna, hvar við erum að byggja upp.
Það verið, eins og við sjáum áðan, verið að byggja 2000, tæplega 3000 íbúðir í borginni. Það dreifist svona yfir og þið sjáu að ég auðvitað búin að teikna borgarlínuna af því að í mínum huga hún komin. Við þurfum að halda því áfram. Út frá henni höfum við auðvitað skipulagt mikið byggð undanfarið. Þannig að þetta það sem í byggingu núna. Það tekur auðvitað tíma að byggja. Það eru íbúðir á framtíðarsvæðum, það eru íbúðir í skipulagsferli og samþykkt deiliskipulag og byggingar hafa lóðir og þið þekkið þetta allt saman. Og ef við leggjum þetta allt saman, þá erum við með inn í okkar plönum 40.000 íbúðir á næstu áratugum. Í dag eru 60.000 íbúðir í Reykjavík, þannig að þetta gríðarleg viðbót. En svo hvenær þetta gerist, hvað að gerast fyrst og í hvaða röð, það það sem við höfum svolítið verið að skoða í nýjum meirihluta og einnig hvernig þessar nýju samgöngubætur, því að nú höfum við hort mjög mikið á borgarlínuna, en nú hefur ríkisstjórnin lagt meiri áherslu á Sundabraut og við þurfum líka að skoða þetta allt saman út frá því. Þannig að við ætlum að skoða svona hvaða uppbygging fer af stað núna innan 2 ára og það eru þetta mest 80% af þeim íbúðum sem þá munu við fara af stað eru í kringum borgarlínuna af því að við viljum tryggja að fólk geti valið sér samgöngum á þetta. Og mér langaði bara að við myndum byrja á því að fara eins í ferð með borgarlínunni. Geggjað. Sko þetta, ég mjög glöð að minn kæri fyrirverandi borgarstjóri og vinnur Dagur B. Eggertsson í salnum. Þetta var sérstaklega gert fyrir þig, að því að venjulega hefur Dagur hlaupið með okkur í gegnum þetta allt saman. Núna tókum við vídeó. Spáðu hvað þetta verður frábært. Hugsið ykkur breytingunum borginu okkar þegar þetta verður allt saman komið. Ég get ekki beðið, sko. En við ætlum aðeins að hlaupa yfir þetta. Vesturbærinn, það gamalgróið og gott hverfi. Þar höfum við verið að byggja upp. Þar verið að byggja 251 íbúð og það eru 334 íbúðir á byggingarhæfum lóðum þar og þið sjáu hvar það er. Þetta eru reitir sem við þekkjum vel, Steindórsreitur og Bíkóreitur. Þar eru 84 íbúðir komnar á sölu og Vesturvin sem var kallað Héðinsreitur, þar eru 152 íbúðir í byggingu og 58 íbúðir til viðbótar eru tilbúin deiliskipulagi og byggingarhæfum lóðum. Vesturhöfnin, hérna við hliðina á Hótel Marína hjá Granda, þetta kallast núna Vesturhöfn. Þarna tók fasteignaþróunarfélagið M3 við verkefninu á liðnu ári og þarna verða 177 íbúðir á svæðinu og þarna hönnunin hafin og M3 fasteignaþróun stefnir á að upp að framkvæmda verði bara í vor og þarna verði íbúðir afhentar seinni hluta 27 í fyrsta áfanga. Og þarna verða líka 24 íbúðir fyrir stúdenta og margt spennandi þarna til viðbótar. Ef við færum okkur í miðborgina sem auðvitað þéttasta hverfi borgarinnar, það ekki allir sem áttu að segja á því, þar hefur mikil uppbygging verið, bæði á Hverfisgötunni og Hafnartorgi auðvitað síðustu ár. Það eru 530 íbúðir í uppbyggingu núna og á byggingarhæfum lóðum og hér má sjá uppbyggingu sem framundan í miðborginni og þið getur skoðað í kortasjánni hvað reit betur, hvað hvar og hvernig en þarna til dæmis bara verið að byggja ennþá 43 íbúðir á milli við Vastíg á milli Laugavegi og Hverfisgötu. Hverfisgatan náttúrulega orðin algjörlega stórkostleg. Nú Frakkastígurinn, það mjög spennandi. Þar verið að byggja 10 íbúðir á vistvænan máta sem auðvitað líka áhersla okkar.
Og þessar íbúðir koma til með að hafa 50% minna kolefnisspor heldur en tíðkast venjulega og þannig verður svona endurnýta efni og gera og ég mjög spennt fyrir því að sjá þetta. Þetta svona fyrsta íbúðarhúsnæði sem kemur í sölu úr þessu tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar grænt húsnæði til framtíðar. En við auðvitað líka opnuðum á síðasta ári alveg frábæran íbúðakjarna fyrir fatlað fólk sem var byggður með þessum vistvæna hætti og alveg gullfallegt hús. Nú Snorrabrautin, þar mikil uppbygging, gamli söngskólinn við Sundhöll Reykjavíkur hefur fengið nýtt hlutverk. Þar verða 39 íbúðir og 50 nýjar íbúðir líka á Egilsgötunni, þar sem áður var bensínstöð. Það bara búið að loka, dælurnar fjarlægðar og verið að byggja upp húsnæði fyrir fólk. Í Vatnsmýrinni hefur auðvitað verið gríðarleg uppbygging, þar ennþá uppbygging. 230 stúdentaíbúðir komnar á svæðið og við Nauthólsveg 79 stendur til að byggja 65 íbúðir til viðbótar. Á loftlega reitnum hafa reitir áforma að byggja 90 herbergja hjúkrunarheimili og íbúðir fyrir eldra fólk sem þá mögulega einn af þeim lífsgæðakjörnum sem við höfum verið að kalla svolítið eftir í borginni. En það líka einmitt hugmyndir að byggja þarna leikskóla og skóla fyrir börn frá 1 til 9 ára á svæðinu sem líka skemmtilegt í að blöndun. Það skipt svo miklu máli að við séum öll að tala saman. Á Hlíðarenda þar við með 210 íbúðir í uppbyggingu, 240 skipulagsferli. Þetta auðvitað orðið blómlegt hverfi og þetta þessi þétta randbyggð og innigarðar sem margir hafa ekki farið inn í og halda að þarna sé engin garður. Það sem betur fyrir ekki rétt. Þarna eiga íbúðar góðar stundir og börn að leik og virkilega fallegt og þessi svæði ætla Bjarg að byggja núna 80 íbúðir. Hlíðarnar, það minnsti borgarhluti Reykjavíkur, en það samt fullt spennandi á döfinni. Það búið að samþykkja þar hverfaskipulag sem auðvitað gefur íbúðunum möguleika að þróa áfram sín heimili með auðveldari hætti og þá getur svona fólk bætt við auka íbúðum og þaka íbúðum og ég get nú alveg sagt ykkur það íbúðar eru mjög duglegir að þétta sína byggð og þarna höfum við einfalda þeim það, því margir eru þá kannski í stærra húsi en þeir þurfa og vilja þá geta búið áfram á sama stað og kannski fjölgað íbúðum í húsinu sínu eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta merkilegt og skemmtilegt, þess vegna eru hverfisskipulögin svo mikilvæg. En í Hlíðunum eru samt 331 íbúð í byggingu, 125 til viðbótar á byggingarhæfum lóðum. Það verið að byggja á Heklureit, 188 íbúðir en verða mun fleiri. Og veðurstofahæð, við höfum nú fjallað það á þessum fundi, oft, þetta auðvitað spennandi skipulag sem gert á ríkislóð, þannig að það nú ekki ný hugmynd að við sem í samstarfi það. Þarna verið að byggja 200 íbúðir og stærstur hluti þeirra verður hagkvæmt húsnæði eða grænt húsnæði til framtíðar. Og þetta spennandi skipulag sem ég hlakka til að sjá verða veruleika. Og Sjómannaskólareiturinn, þar þetta glæsilega húsnæði sem ég var að tala daginn, tala áðan sem við opnum í fyrra, sem maður má sjá þarna á miðri myndinni. Það var hannað sérstaklega fyrir fatlaða einstaklinga með þessum grænu áherslum. Það eru 7 íbúðir og til þess að lækka kolefnissporið þá verið að endurnýta efni og það var svo fallegt og íbúðar verða svo glaðir þegar þeir flytja inn og nú ætlum við að sjá myndband sem einhver ætlaði að spila fyrir mig. Það íbúð 201 og það Katrín Anna. Já. Katrín Anna. Þið heyraðu þeir glöð, þið sjáu ekki neitt. Ingi 23 ára og loksins búinn að eignast eigið heimili. Hvernig líst þér á? Geðveg. Og þetta hús félagsbústaða venjulegt og einstaklega bjart innandyra. Hann búinn að bíða í 5 ár eftir sjálfstæðu lífi. Loksins komið það. Ingi segir þetta breyta öllu. Frelsi og vinátta. Mjög margir vinir sem flytja hann inn og við getum fara bara setjast saman og horfa á fótbolta eða fara eitthvað út að gera eitthvað eða eitthvað. Kíkjum að sinna, hvað sjáum við? Ég sjá mér sína. Hvernig líst þér þetta útsýni? Mistu geðveg. Jó, þetta náttúrulega svaka gleðidagur sko og þetta náttúrulega þýðir það að hann getur búið einn sko, þannig að hann þarf ekki að vera inn á okkur sko. Hérna herbergið mitt. Flott og stórt. Hvar allan var rúmið?
Ég verð með það hérna. Beint hérna í horninu. Já. Hann blessaður, varst þú að flytja inn líka? Já, Hvernig líst þér á? vel. Og hvað íbúðin þín? Ný. Niðri? Já. Er hún stór? Já. Og mun þetta breyta lífið þínu? Já. Sjá hvað þetta er ásalagt. Það er nefnilega magnað að eignast heimili. Maður fær alveg, þessu verðum við að halda áfram. Við hlið á Valhöll, þar er nú heldur betur verið að þétta. Sést minna og minna í Valhöll þarna á þessari mynd. Það var samt ekki ástæðan, þetta var þeirra hugmynd. En við fögnum þessu. Þetta er 74 nýjar íbúðir á flottum og góðum stað. Nú Laugardalurinn, frábært hverfi, búin að vera að þéttast mjög mikið og borgarlínan muni auðvitað tengja Hlemm, miðbæinn og Laugardalinn bara einstaklega vel. Og þarna hafi auðvitað verið byggt upp frábært hverfi á Kirkjusandi og Vogabyggðin. Það er auðvitað bara, maður labbar þar og einhvern veginn bara, þetta er risið upp, finnst mér hratt. Og svo eru auðvitað Skeifan og Sigtúnsreitur sem eru loksins í uppbyggingu núna, mjög spennandi. Og á Sigtúnsreitur eru núna 45 íbúðir í byggingu og framkvæmdir að fara að herjast á 60 og 60 viðbútar. Og þetta verða alls 109 íbúðir sem verða á almennu markaði. Þannig að það sé nú líka sagt og ég tala ekki bara þetta félagslega. Á Kirkjusandi auðvitað er hérna þessi fallegu hús sem að Bjarg komaði að reisa, sýnir okkur að húsnæði sem er byggt í samstarfi við verkalýðshreyfingu getur verið fallegt og gott. Þannig er fólk mjög ánægt. Það eru komnar langt komnar 115 íbúðir við Borgartún 41 og þá verða komnar 450 íbúðir á Reitin sem er eiginlega farin að taka svolítið á sig svona heildarsvip. Og þarna eru á meðal 148 íbúðir á vegum Bjargs við Hallgerðargötu sem setja þennan litrika blæ á svæðið og gefa það svolítið skemmtilegt að blanda þessu svona saman. Og svo er náttúrulega að fara af stað núna á Íslandsbankareitnum 225 íbúðir í uppbyggingu til viðbútar og þar verða 55 á vegum óhagnaðardrifin húsnæðisfélag. Í Álfumunum þar eru við stendur til að taka bensínstöð sem að núna er þarna og byggja, þetta var samtal við Klasa núna og stendur vonandi til að byggja þarna 70 íbúðir í staðinn fyrir bensínstöðuna. Þannig stuttan sækja sér skyndibita, það er hægt að fara bara yfir götuna og bensín. Þannig að ég vona að þetta verði nú veruleika. Og í Skeifunni er risið fyrsta íbúðarhúsnæðið og 50 íbúðar eru fluttir inn. Og það breytir strax svolítið taktinum í Skeifunni. Mér finnst nú strax orðin svolítið betri og það er verið að byggja 141 íbúð til viðbótar og þarna er verið að blanda saman íbúðum og atvinnustarfsemi og ég myndi segja að þetta fyrsta hús sem einhvern veginn var byggt, þetta markar svolítið tímamót fyrir Skeifuna. Nú er ég mikil áhugamannski Skeifuna, mér finnst hún frábær en það mætti vera aðeins minna bílum og aðeins meira pláss fyrir okkur sem göngum og ég held að þarna verði gæti verið og gæti orðið svona skemmtileg blanda af þessum íbúðabyggð verslunarhúsnæði, atvinnuhúsnæði og í gær vorum við einmitt að taka á leigu þarna rými líka fyrir virkni fyrir fatlað fólk. Mjög spennandi. Í Vogabyggðinni þar er búið að byggja hátt í 800 íbúðir. Þetta er orðið bara stórt og mikið hverfi og þar eru 80 íbúðir á vegum húsnæðisfélaga og það eru 200 íbúðir í byggingu í Stefnisvogi og á Kleppsmýravegi og það er gert ráð fyrir hátt í 2000 íbúðum í Vogabyggð. Þar að verði 250 á vegum húsnæðisfélaga. Þannig að þetta er glæsilegt hverfi. Háaleit og bústaðir, þetta er svona borgarhlutir sem er á milli, stór, milli Kringlu, Skeifu og Borgarspítala og þar hefur þetta verið byggt upp í kringum útvarpshúsið, hefnaðist mjög vel og þar eru 272 íbúðir í byggingu og að auki eru þar 219 byggingarhæfar lóðir. Kringlan heldur betur spennandi, þar er líka verið að þétta, það er ekki bara Skeifan, það er líka Kringlan, blandar saman þessu atvinnu, verslunar og íbúðarhúsnæði og það verður ótrúlega gaman að sjá hvernig þetta verður þegar Miklabrautin verður komin í göng þarna framhjá. Og í gær þá samþykktum við einmitt uppbyggingarsamning við Reiti sem muni byggja 418 íbúðir þarna í fyrsta áfanga þessarar byggðar og til lengri tíma litið verða íbúðirnar hátt í 1000
og þarna verður 20% af íbúðunum þar munu fara til leigufélaga og 5% íbúðuna munu fara til félagsbústaða á föstu verði og við heyrum aðeins meira þetta verkefni eftir. Ég mjög spennt fyrir þessu. Þarna verið að vanda vel til verka eins og oftast í borgin okkar. Nú Orkureiturinn, hann farin að taka á sig mynd. Þarna fólk að fara að flytja inn vonandi. Það eru 69 íbúðir úr fyrsta áfanga komnar á sölu og D-reitur komin langt í uppbyggingu og það stendur til að byggja þarna alls 421 íbúð og það af 63 á vegum húsnæðisfélaga. Þetta gefur svolítið svona tónin inn í Múlana sem auðvitað svona framtíðarsvæði þegar borgarlínan verið komin og þar við einmitt að horfa á þessa blöndu byggð, íbúðabyggð, verslunar og atvinnuhúsnæði. Mjög spennandi að fylgjast með Múlanum í framtíðinu vona ég. Nú Breiðholtið, fjölmennasti borgarhlutinn. Þar eru náttúrulega útivista möguleikar í heimsklassa. Þú bara gengur út og þú ert komin út í náttúruna, þú átt stutt í laxveiði á og gönguleiðir og bæði manngerð og villt náttúra. Frábært hverfi. Þar eru við að taka hans í gegn Arnarbakkann, hennar gamla verslunarkjarna sem að margir eldri Reykvíkingar tengja við Breiðholtskjör. Þar var stendur til að reisa 100 íbúðir fyrir námsmenn og auk þess að jarðhæðirnar verða nýttar sem leikskóli. Í Norðurmjóddinni, þar þróunarfélagið Klasi í viðræðum við borgina uppbyggingu á rúmlega 400 íbúðum, en við höfum líka sett það af stað þessi nýja meirihluti. Við höfum þá sýn að við viljum einhvern veginn taka algjörlega ekki bara utan Norðurmjóddina heldur alla mjóddina. Við viljum hafa svona framtíðar sýn fyrir alla mjóddina. Hér sjáum við betur þessa uppbyggingu og þetta ákveðin list að blanda saman. Atvinnuhúsnæði, verslunarhúsnæði og íbúðarhúsnæði, en það held ég að það lífsgæði, það líka lífsgæði. Höfðin, Ártúnshöfðið og Höfðin, þetta eitt stærsta íbúðar uppbyggingarsvæði Reykjavíkur þessar myndir, auðvitað bara nýtt uppbyggingarsvæði, gríðarlega bara nýr borgarhluti í mótun og þarna auðvitað með nýjum almenningssamgöngum koma bara ný tækifæri. Þetta það frábært útsýni þarna. Pabbi minn var að vinna þarna á tímabili og hann sagði að þetta væri besta veðrið í Reykjavík, þannig að þeir sem eftir að flytja þarna eftir að bara upplifa sól og gleði alla daga og ég vona það verði sagt. Það verður áhugavert að sjá þetta í framhaldinu. Og þarna eru 5 reitir í byggingu nú þegar og margar íbúðir eru að koma á sölu og þarna eru reitir áfram. Þetta alls 433 íbúðir og helmingurinn það bil á vegum húsnæðisfélaga. Fyrsta íbúðarhúsið rís núna, en í framtíðinni sjáum við fyrir okkur þarna munum 20.000 íbúðar geta búið í þessum borgarhluta þegar hverfið verið fullbúið og þarna hugað að mannlífi og blómlegri byggð og torgum og stöðum þar sem fólk getur komið saman og hist. Klasi að fara af stað með uppbyggingu 133 íbúða á reit 3 og reit 8 gert ráð fyrir að byggja 160 þjónustuíbúðir og hjúkrunarheimili í framtíð, þannig að þarna náum við þessum lífsgæðakjörnum inn í þessa nýju byggð. Nú Árbærinn, þar hefur átt sér stað svona uppbygging á undanförnum árum eins og annars staðar. Það náttúrulega Norðingaholtið, eitt yngsta hverfi borgarinnar og við erum þarna í framkvæmd rúmlega 200 nýjar íbúðir við Elliðabraut, þeim lokið og svo hafa verið byggðar 270 íbúðir í Hraunbæ á síðasta ári, þannig að þetta spennandi. Brekknásinn, þarna eru félagsbústaður og Bjarg að byggja, farsælu samstarfi. Kjalarnesi, þetta auðvitað fámennasti borgarhlutinn, gríðarlega stórt svæði og spennandi. Þar 1 íbúð í uppbyggingu, en ég get sagt ykkur að við útlutum annarri lóð í gær í borgarráði. Þannig að nú að fara önnur íbúð í uppbyggingu. Og þar eru lóðir til sölu fyrir þá sem að vilja. Og þarna líka framtíðarsvæði sem við viljum og munum setja á stað á þriðjudaginn í borgarstjórn að við munum skoða betur þessa uppbyggingamöguleika. Þegar Sundabrautin kemur þá þurfum við að vera tilbúin. En engu að síður þá eru á þróunarstigi skipulagi 300 íbúðir á Kjalarnesi og þar af 60 á vegum húsnæðisfélaga. Þannig að við erum ekkert að byrja núna en við viljum horfa langt til framtíðar. Nú Grafarvogur, 3. fjölmennasti borgarhlutinn og þar eru þetta Bryggjukjörfið og Gufunesið. Það hefur verið kynnt ný áform uppbyggingu í Grafarvogi eins og öllum öðrum hverfum borgarinnar
Þar hefur verið ákall að skoða betur þau áform og það bara verið að gera það og það verið kynnt núna innan tíðar. En Gufunesi, það svona skapandi þorp skapandi greina, litríkt og fallegt, dásamlegur staður. Þarna hafa risið á síðustu árum fjölbýlishús með hagkvæmum íbúðum. Þar hefur verið vinsælar meðal ungs fólks og bara slegist þar á frjálsum markaði eins og gengur gerist í Reykjavík, þar sem er gott að búa. Og þarna hafa verið þegar byggðar 180 íbúður og eru 150 í uppbyggingu. En það er alls gert ráð fyrir 1500 íbúðum á þessu svæði. Þið sjáu hér hvað þetta er skemmtilegt. Frábært hverfi í mótun og þarna er einmitt tækifæri til meiri atvinnusköpunar og meiri þróunar og starfi fyrir listir og menningu í svona samblandi við þjónustu og íbúðabyggð. Nú, Keldur, þar verður byggt það upp eins og við þekkjum. Þar er verið að stilla tímalínu uppbyggingar þannig að borgarlínan verði komin til svæðisins, þannig að þetta passi saman, þannig að fólk sem þangað flytur geti valið sér bílvísan og umhverfisvænan lífsstíl og búið í nálega við dásamlega náttúru og þetta er auðvitað verðmæti fyrir svona stóra borg eins og Reykjavíkurborg þó að eiga svona ósnortin svæði. Og það er FOIAB sem að vinnur á þessari þróunaráætlun fyrir svæðið og þarna eru auðvitað betri samgöngur og það eru á skipulagsferli þar 5800 íbúðir. Á svona spennandi, það verður spennandi að fylgjast með þessu. Og þarna verður mikil áhersla og er lögð mikil áhersla á náttúruna og tengsl mannlífs og náttúru og virkilega skemmtilegar þessar tillögur sem unnu samkeppnina. Nú Grafarholt og Úlfarsadalur, nýjasti borgarhlutinn, ótrúlega magnaður borgarhluti, þar er framkvæmdum að ljúka sunnan við Leirtjörn. Og það er verið að skipuleggja núna nýtt byggingasvæði norðvestan við Leirtjörnina og við höfum líka verið að tala það. Úlfarsadalurinn á mikið inni og bættar samgöngur að svæðinu munu auka tækifærin. Við höfum horft sérstaklega þar til Halla og Hamrahlíðarlanda og ætlum að skoða það hvernig við getum flýtt þeirri uppbyggingu og frekari uppbyggingu í borginni. Þetta eru auðvitað Úlfarsadalurinn hefur verið að byggjast undanfarin ár og það er búið að fjárfesta mjög mynduglega í innviðum. Það eru flott aðstæða þarna fyrir íþróttir, það er komin skóli og menningarhús og sundlaug og íþróttaaðstæða. Það muni auðvitað þurfa að byggja fleiri skóla eftir því sem íbúðunum fjölgar. En þetta er svona, núverandi íbúðbyggð, þetta er að verða dálítið þétt og flott hverfi. Og núna nú þegar 160 íbúðir í uppbyggingu í Úlfarsadalnum og þeim mun fjölga. Þess að við höfum sett það núna á dagskrá að hefja meiri skipulag þar. Þið sjáu hérna, þetta er skipulagsmynda Leirtjörn vestur og þarna er verið að horfa á lífsgæðakjarna fyrir eldri borgara. Þannig að við erum að reyna að koma þeim fyrir og á víð og dreif borgina. Ef við horfum sérstaklega á þetta svæði, þannig er þetta ótrúlegt verðmæti að eiga svona svæði, þá er kjörið að nýta það og við viljum gjarnan horfa til þess að við getum gert það með einhverjum nýjum og fjölbreyttum hætti á næstu árum. Þarna gerir ráð fyrir að þessi allavega nægt að byggja hátt í 3000 íbúðir og við erum með tillögu fyrir borgarstjórn á þriðjudaginn að þetta fari í skipulagsferli þá núna strax sem mun síðan tengjast samtali okkar við verkfallshreyfinguna. Þó ekki sé verið að hverfa frá því að þarna eigi að vera fjölbreytt byggð. Við töluðum sérstaklega það í okkar samstarfssáttmála að við vildum leita nýra leiða og þetta er ein af þeim nýju leiðum sem okkur langar að leita. Við viljum hefja skipulag til framtíðar, horfa langt fram á veginn og leggja meiri áherslu á í rauninni að við séum alltaf að byggja fyrir íbúðin í borginni, að við séum alltaf að undirbúa okkur fyrir nýja íbúð í borginni, við séum að tryggja lífsgæðin, við séum að horfa áfram og við höfum líka núna á þriðjudaginn munum við leggja fram tillögu að hefja undirbúning fyrir endurskoðun á aðalskipulagi þannig sem við horfum aðeins lengra því nú eru 15 ár eftir okkar aðalskipulagi og við þurfum að geta hort lengra þegar við erum að byggja borg.
takk fyrir. Það var ótrúlega gaman. Takk. Heiða. Nú komið að stóru stundinni, undirritun vilja yfirlýsingar Reykjavíkurborgar, Alþýðusambands Íslands og BSRB aðgerðir til að auka framboð, húsnæðis og flýta innviðauppbyggingu í Reykjavík. Þannig að, já, þú vilt kannski bjóða aðila á svið. Kem ég aftur? Já, þetta var eitt af því sem við settum á dagskrá í nýjum samstarfsflokkarnir og mér langaði að fá að bjóða Finn Birni fyrir hönd ASÍ og Sonju fyrir hönd BSRB að koma og skrifa undir með mér þessa vilja yfirlýsingu sem að síðan mun marka upphafið að samstarfi vonandi. Allavega munum við skoða alla möguleika á því að fara í öflugt og gjöfult samstarf. Gjörðu svo vel. Ertu með þinn eigin penna? Já. Gjörðu svo vel. Þetta sé alveg ná, já. Glæsileg. Þú mátt eiga eitt eintak. Ég fæ eitt eintak. Viljið þið... Já, þetta skal þér. Þetta allt. Það bara... Glæsilegt. Kæra þakkir og takk. Þá hittistu bara mánudaginn, byrjum að vinna og breytum borginni. Ekki? Frábært. Takk. Reykvíkingum fjölgar hratt og á næsta áratug stefnt á að byggja 16.000 íbúðir. 80% af nýju húsnæði í borginni verður byggt meðfram borgarlínu. Á kortasjá húsnæðisuppbyggingar má finna nýjustu upplýsingar stöðuna. Hvað verið að byggja? Hve margar íbúðir í smíðum? Hvaða svæði verið að skipuleggja? Hver eru framtíðar- og þróunarsvæði íbúðabyggðar? Auðvelt að skoða uppbygginguna eftir borgarhlutum og einnig má sjá hvar fyrsta lota af borgarlínu mun liggja. Myndir af uppbyggingu hafa einnig verið tengdar við sjá og vefsíður. Á kortasjá má sjá hvar uppbygging verður í framtíðinni. Borgin mun breytast mikið á næstu 10 árum. Fylgstu með á kortasjá. Og bara svo það sé alveg á hreinu þessi viljayfirlýsing sem var verið að undir þetta hér, þetta var svona viljayfirlýsing Reykjavíkurborgar við verkalýðshreyfinguna og það starfshópur að fara bara af stað strax á mánudaginn að vinna að fleiri verkefnum, meðal annars kanna hvort að hægt sé að flýta uppbyggingu húsnæðis í Úlfarsárdal með aðkomu innviðasjóðs í eigu lífeyrissjóða. Það var kortlagning á mögulega áframhaldandi uppbyggingu íbúðarhúsnæðis til næstu 10 til 15 ára, meðal annars byggt á þeim sóknarfærum sem skapast á grunni uppfærs samgöngusáttmála
Og svo einnig verður árangur verkefnisins húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur rýndur og það verður að gera tillögur að hugsanlegum breytingum, nýjum svæðum til lóða úthlutuna og annarra leita til að fjölga slíkum íbúðum og úthlutunarreglum breytt fyrir annan fasa verkefnisins. Þannig að það bara heljarinn að vinna að fara af stað og við hlökkum til að fylgjast með henni. Og þau skila af sér bara strax í maí, þessi starfshópur. En næstan á svið vil ég bjóða Björn Traustason, framkvæmdastjóra Bjargs, sem ætlar að veita okkur nánari innsýn inn í heim óhagnaðardrifins félags og hvernig Bjarg hefur unnið að metnaðarfullri uppbyggingu, hver ávinningur og upplifun íbúana áherslu Bjargs á sjálfbærni, áskoranir, sína áframhaldandi uppbyggingu og fleira. Gjörðu svo vel. Jæja. Þarna komna glærur. Sæl. Ég ætla að byrja á því aðeins að nefna hvað er óhagnaðardrifið félag en í Bjarg sem sagt leigufélag án hagnaðar sjónarmiða. Og það felst í því í okkar tilfelli að allar tekjur Bjargs eru nýttar til reksturs og uppbygginga félagsins. Það sem gerist það að á 50-60 árum munum við greiða niður öll lán og eignir stofnframlög vegna íbúða Bjargs. Eftir þann tíma verður þá félagi orðið sjálfbært og sem þýðir það að við getum haldið áfram uppbyggingu án aðkomu ríkis og sveitafélag. Og þetta svo staða sem að sambærileg félög eru á Norðurlöndunum sem búin að starfandi lengur en við. Lykillinn að uppbyggingu Bjargs samkomulag sem var gert fyrir Reykjavíkurborg 2016 sem fólst í því að borgin lofaði lóðum fyrir 1000 íbúðir. Við erum núna búin að byggja 800 íbúðir í Reykjavík, 1200 í heildina og til samanburðar þá var átakið á 7. og 8. áratögnum 1000 íbúðir fyrir sama hóp. Munurinn á átakinu þá og núna það að við byggjum vítt og breytt borgina og þess vegna ber minna á þessu átaki. En þetta risastórt átak sem búið að eiga sér stað. En þráttur að höfum staðið okkur ágætlega í að byggja, þá biðlistin ennþá langur. Við erum með tæplega 4000 manns á biðlista. Þannig að verkefninu alls ekki lokið. Lykillinn að rekstri svona félags það að við sáum fyrir okkur í upphafi að við þyrftum að lágmarki 1000 íbúðir til þess að vera með góðan rekstrargrunn fyrir félagið. Það ásamt því að vera með hagkvæmar byggingar, sjálfsögðu fá lóðir á hagkvæmu verði, skila sig því að leiguverð Bjargs í dag að meðaltali 100.000 krónur lægra heldur en almenni markaðurinn. Það þýðir í stuttu máli að auk þess sem að húsnæðisöryggi hefur verið tryggt hjá leigutökum, þá var ráðstöfunartekjur þeirra aukist 1200.000 á ári. Og það líka risastórt mál í okkar huga. Við fylgjumst með upplifun leigutaka og gerum kannanir og það mjög rík ánægja með íbúði Bjargs, leigutakla ánægja með íbúðinar. En það eitt sem þeir eru ekki ánægja með og það bílastæðamálin. Við erum að meðaltali með 0,7 stæði á íbúð og þetta eitt svona helsta umkvörtunarefni frá okkar leigutökum. Þannig að ég bara ætlaði að nota tækifæri til að benda á þetta. Við byggjum smærri íbúðir og smærri íbúð þýðir að sjálfsögðu lægri leiga. En smærri íbúð hefur fleiri kosti. Stærsti hluti losun og gróðurhúsategundir í Reykjavík, næststærsti, byggingariðnaðurinn. Og með því að smækka íbúð, og það einfaldast aðgerðin til þess að lækka gróðurhúsaáhrifin og kolefnissporið,
Nú þegar íbúði Bjargs með töluvert lægra kolefnisspor heldur en svokölluð viðmiðunar íbúð á fermeter. En ef við bætum við að við íbúðunar okkar 15-20% minni heldur en meðal íbúðin, þá kolefnisspor á íbúð hjá Bjargi 50% lægra heldur en kolefnisspor á viðmiðunar íbúð. Þannig að stærðir hafa líka áhrif á kolefnislosun. Og við erum alls ekki hætt. Við erum að halda áfram þessari vegferð með þessum aðferðum sem til í dag. Umhverfisvæn steypa, minnka efnismagn í burði eins og hægt og svona reyna straumlínulaga húsin okkar. Við erum líka að reyna í allir okkar hönnun að hámarka íbúðafermetra í húsum. Við gerum það með því að reyna að lágmarka fjölda stigahúsa. Stigahús eru líka mjög dýr í byggingu. Við erum algengt í flestum tilfellum ekki með kjallar undir húsunum okkar, heldur setjum geymslur upp á hæðir þar sem við losnum við geymslugangan og allt sem því fylgir. Þannig að eiginlega flesti fermetrar sem byggjum að fara inn í íbúðarými leigutaka og það skiptir líka rosalega miklu máli. Við leggjum áherslu á vellíðan íbúða, loftgæði íbúða eru mjög mikilvægir hjá okkur. Við erum með loftrásir í hver einustu íverurými og það tryggir gott loftstreymi og kemur veg fyrir myglu og raka og við hefum ekki lent í neinu myglu vandamáli með neinu íbúð hjá Bjargi. Og við leggjum líka áherslu á dagsbirtu og við erum þegar hafin undirbúningur að hanna íbúður samkvæmt nýrri reglugerð sem ekki komin út sem mun fjalla og gera kröfur dagsbirtu í íbúðum. Hljóðvist skiptir líka miklu máli og við erum bæði búin að fá erfið og einföld verkefni. Þetta trúlega erfiðasta verkefni sem við höfum fengið. Það á mjög erfiðum gatnamótum, Miklubrautar og Hálendisbrautar. Og til að leysa það verkefni var fyrsti aðili sem fengum með verkefni var hljóðhönnuður. Áður en við byrjum að setja staf á blað. Og við gerum okkar eigin hljóðgreiningu að hljóðskýrslu fyrir þetta svæði og síðan var hljóðhönnuðurinn með arkitektunum gegnum allt ferlið, bæði deiliskipulag og arkitektatekníkar. Við læstum þetta með því að setja glervegg milli tveggja blokka og það mynda þar hljóðlastsvæði þar sem allar svalir snúa út í. Þannig að við erum búin að tryggja góð hljóðvist í þessum íbúðum en þetta dýrt verkefni og það svona liggur okkur ljóst fyrir. Bjargi líka í huga að sjálfbæri orku. Við fengum styrk frá Aski mannvirkjasjóði sem á vegum HMS í það að setja sólarsellur á hús hjá Bjargi og verkefni unnið samstarfi við Reykjavíkurborg, Orkuveituna, Orkustofnun Háskólann Reykjavík og þetta mun við auka mikið af þekkingu á þessari orkuöfluna tegund og sem mun nýtast bygginga innan til framtíðar. Við erum líka mjög fókusur á nýsköpun hjá Bjargi. Við erum búin að þróa módular einingahús, skoðlega kubbahús og þar eru búin að þróa bæði fjölbýlishús og raðhús og við erum búin að byggja og þessi hús nótabenni standast fullkomlega samanburð við staðsmíðuhús. Við erum búin að byggja þó nokkuð af þessum fjölbýlishúsum, komið frábæra vel út og við vorum núna í miðjan þennan mánuð vorum við að fara með fyrsta raðhúsið til Húsavíkur. Það kom þarna hádegi á Húsavík og var búið að reisa það kvöldmataleiti og það var flutt í það mánaðamótin. Þannig að þetta líka aðferðafræði ekki það, hún sé mjög hagkvæm, þetta mjög ódýrari aðferð, húsin jöfna gæðum en hraðin gífurlegur. Þannig að við leggjum mikla áherslu hjá Bjargi á nýsköpun. Við leggjum líka rosalega áherslu á kostnað. Við förum ekki stað en eitt verkefni á þess að vera búin að tryggja það að það verði innan kostnaðar heimilda og vera komið með fastverðsamningu við verktaka. Og við gerum með því að hafa með í hönnunarferlinu alla aðila frá upphafi, arkitekt, verkfræðing og verktakan frá degi 1. Og öll verkefni Bjargs hafa hingað til verið á kostnaðaráætlun. Aðeins síðan að lokum uppbygginguna. Við sjáum það með okkar 4 manns á biðlista að við þurfum að halda áfram þróttmikill uppbyggingu og við þurfum að horfa fram í tíman.
Við höfum talað lengi það að þau þurfa að brjóta nýtt land og höfum bent aðalega á Úlfarsadalinn. Og þar eins og hefur komið fram, pláss fyrir 10.000 íbúðir. Og það mjög ánægjulegt að þessi viljayfirlýsing hafi verið undirritað áðan, hann sé að fara af stað með þetta verkefni. Og mikilvægt að fá lífeyrissjóðinn og innviðasjóð að þessu verkefni út af því að það dýrt að byggja upp. Húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar gerir ráð fyrir 16.000 íbúðum á 10 árum. Það 1600 íbúðir ári. Við byggðum 960 á síðast ári, 1100 meðaltali. Þannig við þurfum alveg að spýti, það komið skuld. Og það líka sem fylgir því að brjóta land, það fylgir því að það þarf að byggja, skólahverfi cirka 1600 íbúðir. Já, og það þýðir það að þetta þá 10 skólahverfi, 10 skólar og allir innviðir. Þannig að þar þarf fjármagn inn í og þar hjálpar til að fara í samstarfið. Og það líka að hugsa framtíðina, það opnast miklu möguleika með Sundabrautinni og það fáum við geldingarleyfið á Álfsnesið inn og það þarf að huga því, bara fara að huga því strax. Þetta tími líður rosalega hratt. Og allsíðasta, þá ætlum ég bara að benda það að við höfum líka verið að hugsa, við erum með sín á skammtímauppbyggingu. Við erum búin að hafa þessa tillögu inn í kerfinu núna í 2-3 ár þar sem við lögum til að nýta þessi hús okkar, kubbahús, og nýta landið í Keldnalandi upp hjá Rannsóknastofu byggingariðnaðar sem ekki byggt fyrir eftir 10-15 ár. Setja þau hús niður þar, 200-300 íbúðir og þegar síðan að beygðin kemur upp eftir að taka þau í sundur aftur og finna þeim framtíðarstað. Það verður tekið vel í þessa tillögur allstaðar en það hefði enginn haft þor í að láta verða veruleika og tími bara líður. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Björn. Næsta á skjáin kynni ég Elena Astrid Røyers sem arkitekt og eigandi á Tegnestuen Vandkunsten, eins og hún heitir á dönsku, sem staðsett í Danmörku. Elena ætlar að segja okkur frá þeirra vinnu og sín á húsnæðismál. Kynningin á dönsku, kannski einhverju hér sem kunna dönsku að hafa lært í Danmörku, en hún með íslenskum teksta. Gjör það svo vel. Mit navn Elena Røyers, og jeg arkitekt og partner på Tegnestuen Vandkunsten, som ligger i København. Og tusind tak for, at jeg måtte fortælle lidt om nogle af de projekter, vi laver i København og i Skandinavien. Jeg har lavet sådan en lille intro, bare lige for at sige, hvad det jeg har tænkt mig at fortælle om her på de her 10 minutter, som jeg har. Man kan sige, Tegnestuen Vandkunsten vil jeg bare lige ganske kort fortælle om, hvad det egentlig Tegnestuen står for, dens DNA. Og så vil jeg gerne bare prøve lige at få snakket lidt om, hvad det hvordan det, vi udvikler byer, og hvordan det, vi udvikler bygninger generelt her på vores tegnestue. Og der vil jeg bare komme ind på 3 forskellige temaer, ganske overordnet, fordi at hvis jeg havde tiden, så ville jeg kunne bruge lang tid på at fortælle om det, men jeg vil fortælle lidt om bofællesskaber, jeg vil fortælle ganske kort om byggefællesskaber, og så vil jeg fortælle lidt mere og vise nogle projekter omkring almene boliger, det som man også skal kalde affordable housing eller social housing. Til at starte med, så vil jeg bare lige fortælle om vores DNA på, hvad for en tegnestue jeg repræsenterer, og hvor jeg er partner henne. Man kan sige, at Tegnestuen Vandkunsten startede for 50 år siden, hvor at det I kan se på den ene side, det de her kæmpe store betonbyggerier og rigtig mange parcelhuse. Vandkunsten var en modreaktion på det, fordi vi gerne vil lave arbejde med nogle andre måder at bo på og bosætte os på. Det vil sige, det var her i 68'erne, at vi startede op med at eksistere som tegnestue. Det vi egentlig tænkte på dengang, det var, at vi ville ikke bare have det her meterbyggeri, vi vil gerne arbejde med nogle andre boligformer. Og det er jo faktisk det, som vi har arbejdet med de sidste 50 år, her for vores bofællesskaber, vi startede med her i 70'erne. Tegnestuen i dag en tegnestue, hvor vi næsten 100 mennesker. Vi ligger inde i byen, inde i København, nede ved vandet. Vi hedder Vandkunsten, og det har egentlig ikke så meget at gøre med vand, men det har noget at gøre med, at vi engang lå inde på en bebyggelse, hvor der hed Vandkunsten. Men
bare lige for at fortælle lidt om os, så er vi jo det her sted, som blander os mellem arkitekter, vi er byplanlæggere, og vi er landskabsfolk. Og vi udvikler byer og bygninger og bofællesskaber sammen på tværs i det her kollektiv, som vi er. Vi har ikke nogen direktør, men vi er det her sted, hvor man arbejder om fællesskaber, om at bo på tværs. Tegnestuen oplever, det som vi udvikler, det er faktisk, at vi gerne altid kigger ind i, hvordan vi kan ændre på status quo, hvad vi arbejder med. Og lige nu ser vi ind i, at rigtig mange gerne vil bo anderledes. Folk er meget opmærksom på, hvad det er, der udvikler sig. Og man kan sige, at det, som vi fokuserer rigtig, rigtig meget på hos os, det er, hvordan vi kan arbejde med den meget store krise, vi står overfor, ikke kun i Danmark, men i resten af verden. For en ting er sikkert, det er, at den branche, som jeg står for, det er jo, at det byggede miljø er det, der er med til at udlede, og det udleder faktisk 40% af Danmarks samlede udledning. Og det er voldsomt, og det er stort, og jeg står med en tegnestue fuld af ildsjæle, som gerne vil have, at vi omstiller det. Så vores tegnestue, vores kollektiv her på Tegnestuen Vandkunsten, handler det simpelthen om at bygge byer, hvor vi tænker på, hvordan kan vi få udledningen ned, samtidig med, at vi har gode byggede miljøer. I Danmark udleder vi ekstremt meget. Vi udleder så voldsomt, at vi allerede her i marts har allerede brugt det, vi kunne bruge inden for de planetære grænser. Det er et voldsomt problem, og det kigger vi ind i. Derfor så plejer vi altid at sige, at hver gang vi arbejder med et nyt byggeri, så skal vi udfordre det status quo, vi kender. Vi skal kunne bygge en bedre, vi skal tænke en grønnere fremtid. Ikke kun for os selv, men også bare for byggeriet det hele taget. Men vores tegnestue er de her 100 mennesker, og den har vi delt op i de her 6 kategorier. Vi har en transformationsdel, vi har en forskningsdel, vi har en kulturdel, og så har vi en del, der handler om boliger og bofællesskaber. Og så har vi boligerne i sig selv, og et meget stort ben er også den her planlægning for det, hvordan udvikler vi vores byer. Fordi hvor skal vi, og hvordan skal vi udvikle byerne i fremtiden? I dag der eksisterer mange byer med det her meget simple, at vi har den eksisterende by, og så planlægger vi en ny by. Det, som vi egentlig snakker om her på Vandkunsten, det er, at vi laver den blandede by. At vi bygger til og bygger imellem. Så det, som er de hovedlinjer, som jeg godt bare kunne tænke mig at sige, når det er, at vi udvikler by, og hvordan vi skal bygge, det er, at vi kigger meget på det, vi har i dag. Den store udfordring, som mange byer står overfor, og det tænker jeg, det gør I også på Island, det er, at vi faktisk har brug for flere udviklere og få flere udviklere i spil. Og det er en af de ting, vi kæmper rigtig meget for her på Tegnestuen. Vi skal simpelthen gå ind og kigge på, hvordan vi kan få flere typer udviklere med. Ikke kun de private bygherrer og pensionskasser, som vi har her i Danmark, men hvordan kan vi også få andre udviklere med, som gør, at vores byer ikke bliver bygget ensformet, men bliver bygget på mange forskellige måder. En af de ting, vi kigger meget ind i på Tegnestuen Vandkunsten, det er faktisk, at da vi i 70'erne startede op med at lave bofællesskaber, der var der ikke mange, der ville have det, men der var mange i 70'erne, der gerne ville bo i bofællesskaber. Det vi så kunne se, det er en tidslinje over, hvor mange bofællesskaber vi har bygget på Tegnestuen Vandkunsten. Og det startede ud med, at det var få, og så i 90'erne var der absolut ingen. Og da vi så ramte omkring 2020, så eksploderede det med, at alle i Danmark ville simpelthen gerne tænke anderledes måder at bo på. De var trætte af den måde, vi havde udviklet vores byer på, og ville gerne bo i bofællesskaber. Det vil sige, at Tegnestuen har ekstremt mange bofællesskaber på tegnebrættet, og som lige er opført. Og det er ikke kun ude på landet, det er også inde i byerne. Og man kan sige, en af de ting, som bofællesskabet kan gøre, det handler simpelthen om, at folk gerne vil bo sammen, fordi ensomhed er en stor ting. En af de ting, som et af de projekter, vi har været med til at tegne, det er balancen i Ry, hvor at det simpelthen handlede om, at når børnene var flyttet hjemmefra, så vil folk ikke sidde alene tilbage i deres parcelhus. De vil gerne have nogen at spise fælles middag med. De vil gerne have nogen at gå til sang med. De vil gerne have værksteder. De vil gerne have fællesskaber i det hele taget. Og det her, det er så et andet bofællesskab, vi har lavet inde i byen, hvor at folk vil gerne bo meget mindre, men have meget mere sammen og fælles. Det er et projekt, der hedder Eco Village, som ikke er et bofællesskab, men mere sådan et byggefællesskab.
Men jeg vil bare lige ganske kort lige ridse op, fordi jeg synes, det er interessant at snakke om byggefællesskaber. Fordi at byggefællesskaber er alternativet til privat udvikling. Og byggefællesskaber er faktisk noget, som vi var nede på for tegnstuen og nede og kigge i Tyskland, i Tübingen, hvor man kiggede på, hvordan kan man lave alternative botyper. Og byggefællesskaber er en af delene. Det er nemlig et ejerskab, hvor det er dem, der skal bo i byen, der bygger det selv. Og det skaber en meget mere varieret by og bygning. Og man kan sige, for mig som arkitekt, om jeg bygger for en privatudvikler, eller jeg bygger for dem, der skal bo i den, så man siger, det er et meget mere interessant job for arkitekterne at bygge for dem, der faktisk skal bo i bygningerne bagefter. Her kan man se billeder fra Tübingen nede i Tyskland, som vi synes er interessant, fordi det skaber en variation. Og her kan man se det første bofællesskab, som tegnestuen så laver i Køge her i Danmark, som er et projekt, hvor at alle har fået lov til at tegne deres egen bolig. Og i dag, der blomstrer det. Og for eksempel er der et godt eksempel kunne være, at den enlige far flyttede ind med sine 2 børn, men han til gengæld nu har en masse bedsteforældre, som gerne vil hjælpe ham med at passe børnene. Så det handler simpelthen også om, at man skaber et bedre liv og en bedre hverdag for de mennesker, der bor i bygningerne. Et større sammenhold og mere om at spise på tværs. Jeg vil bare lige vise et ganske kort eksempel på, hvordan vi tænker, og hvordan vi tænker, at det kan være interessant for jer på Island. Og det er Frederiksberg Hospital, som er en konkurrence, vi lavede. Og det handler om, at man jo har de her gamle strukturer, som eksisterer, hvor der er mange, der vil tænke, lad os bare rive det hele ned. Lad os bygge noget helt nyt, fordi vi har brug for nogle nye, moderne boliger. Og det vi siger, det er, at vi skal udfordre de markedskræfter, som vil eksistere på det. Vi skal være mere nænsomme, og vi skal tænke på at have omtanke. Og det, som vi egentlig siger, det er, når I skal udvikle by, også på Island eller på andre steder i Europa, det er, at vi kigger på, hvad der er. Vi lader det stå det meste, vi kan, fordi at inden for de planetære grænser, så er det vigtigt, at vi ikke river ned. Vi bygger ind imellem, og så arbejder vi med en blanding af private investorer og pensionskasser, for det skal til for at arbejde med økonomien, men så også arbejde med for eksempel almene boliger, som vi arbejder med i Danmark. Arbejder med bofællesskaber til mindre udviklere, men skaber en varieret by, hvor vi netop kan sammensætte på tværs. Og tilgangen for os er ofte, at lad os skabe liv fra første dag. Vi arbejder rigtig tit med udbud, strategier for, hvordan vi kan lave den varierede by. Og vi kigger i helhedsplaner. Og her kan I se, det her det er jo en plan, hvor man kan sige, hvor er arkitekten hen med. Det her det er faktisk byplanlægning, og byplanlægning det er der, hvor vi virkelig kan arbejde med ressourcerne inden for de planetære grænser allermest. Her kan man se en helhedsplan. Og som I også kan se, så har vi meget, meget stor fokus på det grønne. Ikke kun at det her, det ligger midt inde i København, inde på Frederiksberg, men det er bare en tankegang om, at vi skal simpelthen få tænkt de grønne nærmiljøer ind i vores bygninger og vores byer. Og man kan sige, at biodiversiteten er højest på dagsordenen i Danmark, gør sig ikke kun gældende i Danmark, men det gør det jo i hele Europa, fordi vi bliver simpelthen nødt til at tænke på, hvordan vi får integreret det i vores byer, når vi udvikler. Her kan I se nogle billeder fra de perspektiver for, hvordan vi tænker ny bydel. Og her skal I tænke, det er almenboliger, det er private udviklere, det er eksisterende bygninger, men det er også byggefællesskaber, og ikke mindst bofællesskaber. Her har vi skrevet, bevar stedets tidsdybde. Vi tror, det er meget vigtigt, at man bevarer så meget som overhovedet muligt. Her kan man sige, bevar næsten alt. Enkelte dele kan blive nødt til at blive revet ned, for at man kan gøre. Man kan lave perspektiver, hvor at der er nogle investeringer, der kan ske. Men en af de ting, som vi snakker meget om, det er simpelthen, hvordan vi kan skabe en by, hvor det ikke kun handler om en bydel for de få rige, men også for, at vi også har plads til politibetjentene og sygeplejerskerne, etc. Fordi vi bliver simpelthen nødt til at tænke ind i, at ellers så bliver det for de få. Her kan I se, hvordan vi implementerer. Først har vi den eksisterende struktur, derefter så implementerer vi med nogle enkelte dele, kigger på hovedvejene, og så arbejder vi med den her indpasselse af eksisterende bygninger, hvor vi transformerer enkelte, putter erhverv ind, men kigger meget på, at de enkelte enheder ikke bliver for store, for store fællesskaber skaber ikke altid gode bydele, men skaber ofte en uoverskuelighed. Her kan I se nogle collager for, hvordan vi arbejder med det fra den helt ene side, hvor vi arbejder med de eksisterende bygninger, og transformerer stille og roligt, og så til sidst også har de helt nyskabende. Og det er ganske kort bare for at sige, at det er en måde at bygge by på.
I Danmark er vi jo så heldige, at vi faktisk har 20% af vores by og vores bygninger skal være public housing. Og det er jo en stor gave for mig som arkitekt, fordi jeg er sikker på, at jeg kan få lov til at arbejde med andre boformer i byen, og det ikke kun er private udviklere. Og man kan sige, på vores tegnestue, der har vi lavet det i alle byerne, i alle de store byer i Danmark, har vi arbejdet med de her public housing. Og nu vil jeg bare bladre ganske hurtigt igennem nogen, og så kan man sige, så vil jeg slutte bare af med et ganske enkelt billede. Her kan man se et af vores, det er ikke vores bygning, men det er bare for at vise, at de her 20% af almen boliger faktisk også ligger ved vandet på ganske centrale gode placeringer. Her kan man se et projekt, vi har lavet i 2003 ved vandet. Det, som jeg bare vil sige ganske kort om det her projekt, det er, at det er meget vigtigt, at man tænker på den sociale sammensætning, og det er meget vigtigt, at man tænker på, at man har nogle meget gode fællesarealer, som ligger godt for alle. Her kan man se, hvordan vi laver almene boliger i trækonstruktioner nu, for at få vores udledning ned så meget som overhovedet muligt. De ligger i landskabet, men er i trækonstruktioner. Tegnestuen hos os, der arbejder de fleste arkitekter med, at vi får så meget udledning ned, og det kan vi gøre ved at bruge biogene materialer. Det har vi meget stort fokus på. Og så vil jeg ganske kort lige slutte af her med det sidste byggeri, vi har almene boliger, hvor vi også ligger ved vandet, som vi er i gang med at tegne på. Det ligger inde i midten af byen. Vi kan se her, vores navn står med stort. Det er vandkunsten. Hele 30% af den her nye bydel skal faktisk være almene boliger. Og der ligger vi selvfølgelig ved siden af andre dygtige arkitekter, og vi elsker at arbejde sammen med på tværs, hvor vi har Kobe og Dorte Mandrup og Jaja med. Og det er jo bare for at sige, at det er virkelig vigtigt, når vi udvikler vores nye bydel, at vi tænker på, at det er en bydel, som ikke kun er til de få rige, selvom det ligger ved vandet, men det simpelthen også er for alle andre. Her kan man se bydelen udefra, og her kan man se eksemplet på, hvordan facadeopstalten hernede i hjørnet, hvordan vi arbejder med, at vi får nogle boliger, som er social housing, eller almene boliger, som har en høj kvalitet og visuel kontakt også til vandet. Billeder fra projektet, hvor man kan se. Og her arbejder vi også med træ og trækassetter, helt op i 8 etager. Og det vil være det her billede, jeg slutter af med, for at sige, at det som den måde, vi tænker by på, den måde, vi udvikler på, det er at sige, hvordan kan vi arbejde med, at det ikke kun er private udviklere, der skal have maks profit ud af vores byer, som skal bygge vores byer. Som arkitekter, så kæmper vi for, at det også kan være andre måder at tænke udvikler på. Altså folk, byggefællesskaber, hvor det er 10 familier, der går sammen og bygger en bygning sammen, som de gerne vil bo i. De behøver ikke at tjene profitten, men de vil gerne bo i byen og give noget tilbage til byen. Bofællesskaber, hvor man har en større social flade. Vi gør sådan, at vores byer har knap så meget ensomhed. Især seniorbofællesskaberne er ekstremt populære, og det betyder også, at folk kan blive længere i egen bolig, hvilket er en stor profit for hele vores samfund. Så i det hele taget, så for os handler det simpelthen om at skabe byer, som er til fordel for de fleste. Og som det sidste vil jeg bare lige sige, at nu har tegnestuen lige vundet en kæmpe stor plan, hvor vi skal være med til at tegne på hele byen, og det handler om, at vi har fået lov til at vinde første konkurrencen i at give et bud på en ny fingerplan. Og det er vi jo voldsomt spændte på, og det er alt det, som jeg har nævnt for jer i dag. Det handler om at tænke på at bevare og tænke på at bygge med alternative boformer, frem for bare altid at tænke i private kæmpe byggeudviklinger. Og ikke mindst, at vi ikke prøver at indvende så meget land som muligt, men til gengæld så prøver vi at have så meget, der ligger stationsnært, så det ikke bliver en udgift, at vi skal have mange biler ind i byen. Men så vil jeg bare sige tusind tak for, at jeg måtte fortælle om vores projekter. Jeg kunne uddybe det meget mere, for jeg elsker at snakke om, hvordan vi udvikler byer. Men det var mit første bud på nogle af de boformer, som jeg synes kunne være interessant, når vi udvikler byer. Við sendum kæra kveðju til Danmerkur og eins og þau kannski heyrðu í byrjun þá gáum við henni 10 mínútur en hún fór næstu tvöfaldan ef við kennum henni ef við förum yfir tíman í dag. En allavega, næsta dagskrá eru erindi kjarnasamfélög í borginni og þau tækifæri og áskoranir sem eru. Og ég vil bjóða Símon Joska Flender, ég veit ekki alveg hvort ég að segja nafnið rétt, frá kjarnasamfélagi Reykjavíkur, velkomin svið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir.
Já, bara kæra þakkir fyrir gott boð að koma hingað og tala aðeins meira kjarnasamfélög og tækifæri sem tengist því og það eiginlega mjög gott að fá að tala rétt á eftir vankunstinn af því að það var mjög góð intro við það. En ég ætla að fara aðeins dýpri inn á það og segja ykkur frá kjarnasamfélög sem ákveðin tegund af samfélagsmiðað húsnæði. Það sem við höfum notað að kjarnasamfélög eru samfélög með ásetning búin til og rekin af íbúum sínum. Þannig að íbúa í rauninni, þetta svona kjarnahópu sem þróa það verkefni. Það sem helstu eiginleika það sérafmarkað dvalarrými, þannig að þetta í rauninni hefðbundna íbúðir, þar sem fólk á allt eins og í íbúð núna. Það íbúa þáttaka í hönnun og í rekstur samfélagsins og lýðræði. Það deilihagkerfi, að fólk getur deilt sína milli bæði rýmin og dót. Það getur átt bíla saman sem dæmi til að minnka rekstrakostnað. Svo alltaf þessi kjarni í kringum það mótast eða myndast kjarnasamfélag sem getur verið einhvers konar gildi eða markmið sem íbúar hafa saman. Og svo líka samfélagsleg sáttmáli og það getur verið einhvers konar hefðir eins og að fólk að elda saman og borða saman á virkum dögum, en það getur líka verið allt annað. Það sem við höfum verið að gera í kjarnasamfélagi Reykjavíkur, þetta okkar hópur áhugafólks samfélagsmiðað húsnæði og við höfum verið að vinna í því síðan 2020 og reynt að fá byggingarlóðir og koma þessu á dagskrá og það rauninni frábært að heyra og lesa hversu vel þetta hefur náð inn á samstarfssáttmáli nýs meirihlutis. Já, við höfum verið í samstarfi við KOP sem norrænt samstarfsnet fyrir kjarnasamfélög og byggingarsamvinnufélög. Við höfum haldið þessa ráðstefnu í haust í fyrra og það hefur verið mjög vel sótt og vorum að gefa út þessa lokaskýrslu daginn og skulum líka birta hana á okkar rásum. Já, við höfum, eins og ég segi, leitað að byggingum og lóðum til að stofna fyrsta kjarnasamfélag, þannig að það vissulega til hópur sem hefur áhuga af því að búa í svoleiðis samfélag. En mér langar líka að segja að tímalína fyrir hópinn sem stendur bak við kjarnasamfélag, það mjög mikilvægt af því að það kostar mjög mikla orku að þróa svoleiðis verkefni og það því mikilvægt að huga á að hafa skilvirkt ferli. Ég ætla aðeins að nefna þetta. Það náttúrulega vissulega sterkt sögu af samfélagsmiðuðu húsnæði í Reykjavík. Við sjáum það verkamannabústaðir sem voru byggðir fyrir næstum því 100 árum. Þetta ennþá vinsælt í dag og svo líka til dæmis samvinnuhús á Ásvallagötu þar sem fólk kom saman og byggði handa sér hús sem þetta byggingarsamvinnufélög sem hún talaði á undan. Svo hafa verið alls konar byggingarsamvinnufélög, sem dæmi byggingarsamvinnufélag atvinnubifreiðastjóra í Reykjavík sem byggðu fjölbýlishús fyrir félagar sína. Þannig að tengjumst bara þessa sögu og byggjum á það. Það áskoranir og tækifæri tengd kjarnasamfélög og það stóra áskoranir í okkar samfélag sem við sjáum í dag og ég held að ég þarf ekki endilega að segja ykkur, nú hafið þið heyrt aðeins hvað kjarnasamfélag sem konsept og hvernig það getur hjálpað við þessum áskorunum sem við sjáum í dag, en samfélag mun eldast mjög hratt á næstu 15 árum og það vandar kannski hvatning fyrir eldra fólk að minnka við sig og vera áfram og lengur sjálfbjarga. Það félagslegt einangrun og krísa við andlegu heilsu sem við sjáum samkvæmt læknum og þetta gæti verið mjög flott að búa í nærri tengsl við nágranna sínum. Það innflytjendur og við getum alveg spurt okkur hvernig þau geta tengst íslensk samfélag. Grindvíkingar hafa mist sitt samfélag. Svo má líka hugsa, ef við tökum framtíða íbúar með í skipulagsferli, munu þau ekki örugglega skapa betri umferðaröryggi og umferðaröryggi fyrir barna. Það þungbílaumferð í það
og við sjáum það meira af umferðarslysum. Svo má alveg tala einkabílarekstur sem dýrt fyrir íbúa og fyrir samfélag í heild og það mætti alveg nýta núverandi bílar og bílastæði betur með því að deila bílar sem dæmi. Það hefur verið mikið talað verðlagning og það á að vera hagkvæmt og óhagnadrifið þannig að við viljum endilega pröfa þessar lausnir að þróa verkefni án þess að borga einhverjum milli þróuna aðili. Já, svo má líka nefna eins og Björn sagði á undan mér, kolefnisspor meðal Íslendings frekar hátt og við þurfum að finna leiðir til að menga minna. Það sem okkur langar að gera að byggja á þetta aðgerðaáætlun eða samstarfssáttmáli sem komin nú þegar og við þurfum að finna einhvers konar lausn hvernig við getum úthlutað þessar lóðir. Það í rauninni tvær möguleikar. Annarkvort þarf að halda samkeppni sem sniðið að gjarnasamfélagum og metur gæði verkefna til að frekar en að horfa á upphæð tilboðs í lóð eða það má líka beinlínis úthluta lóðir samkvæmt húsnæðisstefnu borgarinnar sem mér skilst komin núna, þannig að við skulum endilega finna einhvern leið til að fara í tilraunaverkefni saman. Hægra hönd sjáum við hvernig kjarnasamfélög verða til. Það hægt að byggja kjarnasamfélag með því að vera saman í byggingarsamvinnufélag, en það líka hægt að vera með svona markaðsmiðuð uppbygging og það gerist sem dæmis mjög oft í Danmörk núna, þar sem þetta alveg orðið svona commercial concept, þannig að mörg kjarnasamfélag þarna verða til frá almennum markaði, markaðsmiðuð uppbygging. Svo náttúrulega líka hægt það sem gerist á Ásvallagötu sem dæmi, þá voru til byggingarsamvinnufélög, vinstra hönd ofalega, en núna það venjulega íbúðir, þannig að fólk bara byggja saman en býr núna í venjulegum íbúðum. Það líka hægt. Ég ætla bara að sýna ykkur nokkuð dæmi hvernig kjarnasamfélög getur verið og hvernig það móta sig inn í svona fjölbreytt borgarumhverfi. Hér til dæmis Sofielunds kollektivhuset í Malmö. Þetta 5 eða 6 hæðir og já, þið sjá það, frekar þétt, það hægt. Hérna bágrúpu á Ritterstraße 50 í Berlín. Þetta í rauninni, bágrúpu svona þýska hugtak fyrir byggingarsamvinnufélag, þannig að þetta ekki beinlínis kjarnasamfélag, en samt, eins og hún sagði líka, það verður líka til þó að maður deilir ekki endilega rýmum og hlutum, það verður til betri og þéttari samfélag með því að þróa verkefni saman. Þannig að þetta fólk hjálpast að, þetta líka frekar þétt. Svo, já, alveg klára. Hérna svona eins minna þétt, þetta ráðhús í útjörðum Kaupmannahafnar. Þetta mjög fallegt og grænt. Hérna lítið verkefni í London, 4 einingar. Og ég ætla að enda á þessu og segja bara, endilega nýtum tækifærið núna, nýs meirihlutið, og til að fara í tilraunaverkefni saman og við skulum ekki overloada af því að það náttúrulega hægt að gera alls konar og mjög mikið og leysa mörg vandamál með konsept sem kjarnasamfélag, en við skulum ekki flækja þetta, þannig að okkar markmið freka að búa til tilraunaverkefni, sýna að þetta sé hægt, svo getum við byggt ofan á það og byggt fleiri kjarnasamfélag. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Símon. Og ég bjó í allmörg ár í Danmörku og þekki þetta vel. Það var mikil ósk hjá sérstaklega svona yngri eins og ungum fjölskyldum og svoleiðis og ég á fleiri vinir sem að búa í svona og elska það. Þannig að þetta spennandi að fylgjast með þróunni hér á landi. Næst á svið fáum við Önnu Maríu Bogadóttur, hún arkitekt og urbanista. Hún hluti af hópnum Hýbýla auð sem meðal annars hefur gert rannsóknir á íslenskum fjölbýlishúsum.
Anna-María mun setja þróuna í svona svolítið sögulegt ljós og spyr hvernig getum við lært af sögunni. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir boðið, sérstaklega, gaman að vera einnig með ykkur, hlusta á þessar kynningar og til hamingju með undirritunina. Já, eins og ég segi, þá ég arkitekt og það kannski, ég hef mjög mikla ástríðu fyrir samspilinu milli þess hvernig umhverfi mótar okkur og hvernig við mótum þetta sama umhverfi og það kannski það sem hefur leitt mig inn á svið sem arkitekt sem að þverar arkitektur og aðrar listgreinar og líka aðrar faggreinar. Og ég hef meðal annars komið að þverfaglögum byggða og íbúðaþróunarverkefnum í gegnum tíðina og ég var einmitt hérna á húsnæðisfundi borgarstjóra, þáverandi borgarstjóra fyrir 10 árum að kynna niðurstöður úr byggða og íbúðaþróunarverkefninu Hagbreytileg átt. Þar sem þverfaglegir faghópar unnu saman að því að móta samfélagsmeðvitaðri, umhverfisvænni og hagkvæmari íbúðagerðir. Og í einfeldni minni þá hélt ég að ríki á borg og framkvæmdaraðilar sem voru aðilar að þessu verkefni myndu fleyta því áfram og fylgja því eftir. En það gerðist ekki. Og í raun og veru þá hafa húsnæðisrannsóknir kannski dregist aftur úr síðastliðinn áratug og við þurfum að gera í. Og jafnvel þótt að ég og margir kollega mínir séum að sækja og fá styrki frá ASKI og annað slíkt, þá þarf svo miklu meira til. Því það svo ótrúlega dýrt að gera tilraunir í einum á móti einum. Í rannsóknarútgáfuverkefni Híbýlaauð þá byggi ég á fyrir rannsóknum og verkefnum og fjalla sérstaklega íbúðaþróun út frá dvalar- og útrýmum. Einnig skoða ég fýsileika íbúða í húsum sem þegar standa og ekki íbúðir í dag og mjög ánægð að heyra að það standi til í samstarfi ríkis og borgar. En í Reykjavík mjög mikið ónýttu húsnæði auk þess sem við líkt og önnur lönd í Evrópu stöndum frammi fyrir því að endurgera og endurnýja það bil 75% af byggingum okkar fyrir árið 2050. Og við þurfum þá líka að vanda sérstaklega mikið til verka því ekki erum við að fara að byggja eitthvað í dag til þess að henda því svo hinn daginn. Híbýlaauður rannsóknarhópur sem byrjaði formlega að vinna saman árið 2020 og mörg okkar komu á sínum tíma að íbúðaþróunarverkefninu Hagbreytileg átt og sameiginlega erum við með mjög mikla og víðtæka reynslu á sviði húsnæðis- og skipulagsmála og höfum einnig fengið til liðs við okkur bæði nemendur og fagfólk á öðrum sviðum. Hvert og eitt okkar vinnur síðan afmörkuðum rannsóknarþáttum og sem við svo tengjum saman og við beinum áherslunni að íbúanum, gæðum í hönnun og skipulagi, því að skapa híbýlaauð fyrir þá sem búa, ekki síður en þá sem byggja. Íbúarnir þurfa að uppfylla bæði grunnþarfir fyrir skjól, en einnig félags- og sálfræðilega þarfir fyrir möguleikann á því að skapa, að vera virkur, að leika sér og þörf fyrir að upplifa fegurð og vera í tengslu við annað fólk. Þannig að í stuttu máli kannski áherslan ekki hversu mikið við ætlum að byggja og hvað við erum að byggja, heldur hvernig við erum að byggja. Aðdragandinn að samstarfinu hugmyndum að staðfæra þverfaglegt útgáfuverkefni frá árinu 1939. Þessi bók hérna, Húsakostur og híbýlaprýði, hún kom út á tímum húsnæðisskorts og mikill flutnings úr sveit í borg og bókin með vísun í innganginn fyrsti vísirinn til almennra leiðbeininga sérfróðramanna hina einstöku þætti híbýlaskipunar. Það mjög hrífandi og hlýr tónn í þessari bók en samt veittur og metnaðarfullur og fegurðarhugtakið og umhyggja allt umlíkjandi sem og lýðheilsa þrátt fyrir að það hugtak hafi ekki endilega verið komið fram. En til að mynda læknirinn Gunnlaugur Claessen, hann talar mikilvægi þess að mynda skjól til að útiloftsins verði notið sem best og einnig mikilvægi afdreips til sólbaða við húsin. Halldór Laxness skrifar sálarfegurð í mannabústöðum sem vinkill sem sannarlega vantar að skerpa á í húsnæðisumræðu í dag og þá skrifar Aron Guðbrandsson lán til bygginga og að ekki verði byggt með 2 hendur tómar. En í Híbýlaauð setjum við einmitt rannsóknar okkar í hagrænt samhengi.
Frá því húsakostur og híbýlabíð kom út eða fyrir tæpri öld hafa risið íbúðahverfi sem endurspegla breytingar hvað snertir hugmyndafræði, vilja, verkþekkingu og félags- og fjárhagslegt bolmagn samfélagsins. Frá húsnæði með áherslu á jöfnuð, lýðheilsu, dagsbirtu og útsýni úr öllum íbúðum, yfir í einsleitari einingahús í krafti nýrrar byggingatækni, vaxandi trú á frjálsan markað og brotthvarf hins opinbera húsnæðismarkaði undir lok 20. aldar. Fyrir áratug steig Íslenska ríkið aftur inn á húsnæðismarkaðinn. Og á þessari hérna glæru þá sjáum við yfirlitsmynd úr Grafavogi í hvítum litring er raunverulega síðasta verkefnið í Reykjavík í kerfi verkamannabústaðakerfisins fyrir áður en við stigum af markaði og síðan eitt af fyrstu verkefnunum eftir endurræsingu, þess sem talað sem endurreist verkamannabústaðakerfisins. En við höfum einmitt verið að skoða kerfið í dag í samanburði við kerfið eins og það var og þróaðist í gegnum tíðina, af því það mjög skýrt samhengi milli regluverksins og kerfisins og svo íbúðuna sem koma út úr því. Þannig að við verðum að horfa á þetta samhengi. Einnig verið að gera samanburð á íslenska kerfinu, af því hugmyndin var að fara dönsku leiðina. Og Hildur Gunnarsdóttir, hún hefur leitt rannsókn sem samanburður á danska og íslenska almenna íbúðakerfinu. En í Danmörku, kannski sérstæða danska kerfisins að það ekki miðað ákveðnum hópi, heldur öllum opið og miðar meðal annars að því að halda í skefjum aðgreiningu milli hópa. Hérlendis þá aftur á móti einkenniskerfið að mjög ríkri hagkvæmni kröfu sem kveður á í lögum almenna íbúðir og sérstaklega því að halda byggingarkostnaði lágum. Samkvæmt ítarlegri reglugerð sem gildir stofnframlög ríkis og sveitarfélaga. Þetta eru mikilvægir þættir en stundum verða þeir að kostnað annarra þátta því það ekki sérstaklega kveðið á skilyrði fyrir gæði sambarlegt við Danmörku þar sem bæði ríki og sveitarfélag setja mjög skýra gæðakröfur inn í sínar áætlanir í almenna íbúðakerfinu. Til að mynda í Danmörku þá eins og hún talaði áðan, arkitektin Johan Kunsten, mjög mikil áhersla á samverurýmin, en hérna hins vegar þá það talað að hámark samverurýma, annars komast þau ekki undir markmiðin við viðmiðin hagkvæmni, þannig við spurjum hvort að samveran sé orðin óhagkvæm. Logi Einarsson, ráðherra, sagði á viðburði við úthlutun styrkja úr Aski mannvirkjarannsóknarsjóði nýverið að íslenska fjölbýlishúsið hefði ekki þróast með jafn farsælum hætti á hið norræna fjölbýlishús og við ítum undir það í okkar rannsóknum, það okkar rannsóknir renna stoðum undir þessa staðhæfingu. Við höfum helst úr lestinni í samanburði, eins og norræna samanburði, og við höfum verið að gera rannsóknir og reyna að setja það líka fram á aðgengilegan hátt til að mynda á Hönnunarmars hér fyrir ári síðan. Við skoðum dagsbirtu sem hefur gífurleg áhrif á afköst, líðan, svefn, skap og virkni okkar og Hólmfríður Ósmann Jónsdóttir, Hrefna Björg Þorsteinsdóttir í samstarfi við Ástu Logadóttur leiða þessar rannsóknir þar sem fléttaði saman bæði eigindlegum og megindlegum rannsóknum og verða horfa í bæði þetta lífeðlisfræðilega en einnig þetta fagurfræðilega. Nú, eins og við sáum kynningu borgarstjóra, þá verið að byggja randbyggðir og það eru U-blokkir og L-blokkir og fleira og mjög gott með það, en ég langar svolítið að sýna hérna til að mynda þessa glæru og við erum ekki að sjá við verkamannabústaða sem hefur borið að góma hér fyrir í dag og við erum ekki enda að tala að það megi aldrei byggja hærri en 3 hæðir. En við viljum gjarnan fá inngarða eins og við sjáum hérna í miðjunni Hlíðarendreitin. Við erum hins vegar að sjá líka randbyggðir þar sem að kropparnir eru mjög þykkir. Hæðin eru komin upp í 8-9 metra, þannig að þessi inngarðar, þeir verða ekki annað en skuggagarðar. Þannig við viljum forða því og við viljum líka
þeir sem að búa á neðstu hæð, það yfirleitt efnaminni og við erum einnig að sjá svona dæmi. Við erum að sjá þessa lóðréttu aðgreiningu verða veruleika. Einbýlishúsið á efstu hæð og lágmarksíbúðina á neðstu. Birtir vonandi til bráðum með ljóslistarákvæði í byggingarreglugerð. Þannig að einu viðbót, glæru, þetta komið. Og svo eru svona, því við erum að tala verkamannabústaðina sem voru gífurlega framsæknir á sínum tíma. Það svona kannski framsæknast sem áttu sér stað, en við erum að sjá dæmi núna í krafti hagkvæmni, til að mynda svona svefnherbergi þar sem eru 2 inngangar, því að það ekki pláss fyrir neitt nema rúmið. Og þetta ekkert eitthvað einstakt dæmi, þetta raunverulega það sem að koma á markaðin í dag og ég held að við getum gert svo miklu, miklu betur. Og hagkvæmnin, við þurfum að horfa í kostnaðin við það, ekki bara að lækka byggingarkostnað, heldur kostnaðir sem að þegar byggingar það þjóna okkur ekki, það raunverulega 4-faldur kostnaður á rekstrartíma byggingar, fyrir utan virðisaukandi verðmæti sem að byggingarnar okkar geta veitt okkur og góðar íbúðir sem að geta veitt okkur ánægju og gleði í daglegu lífi og gert okkur kleift að blómstra og dafna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna María. Alltaf ótrúlega áhugavert að fá smá innsýnin í ykkar rannsóknir og mikla starf og reyna aðeins að ýta á bransan og benda á það sem að kannski betur má fara. Eins og við höfum séð í kynningu Heiðu áðan, það mikil uppbygging í borginni og mikil uppbygging framundan og einn af þeim reitum sem að fara í gang og eins og Heiða sagði áðan, það uppbyggingarsamningur sem undirritaður bara eftir fund nýtt borgarkerfi við Kringluna og Kringlureit. Og næstan á svið ætla ég að bjóða Birgir Þór Birgisson, framkvæmdastjóra þróunar hjá Reitum, sem ætlar að segja okkur meira frá verkefninu. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Gaman að vera með ykkur í dag og takk fyrir boðið, kæri borgarstjóri. Ég ætla að tala uppbyggingaráform Reita á Kringlusvæðinu. Svo bara til að byrja með, þá skulum við staðsetja okkur aðeins á svæðinu, en fyrst áfangi nær frá Listabraut eins og sjáum við og alveg upp að Sjóvahúsi. Á miðjusvæðinu sjáum við gamla Moggahúsið sem verður rifið og svo gömlu prentsmiðjuna sem mun verða breytt í menningarhús. Aðeins varðandi tímalínuna, ég ætla nú ekki að rekja sögun alveg frá upphafi, en þetta búið að eiga sér langan aðdraganda þetta verkefni og á næsta ári erum við að fagna 10 ára afmæli sem held ég sé viðeigandi að fagna því með fyrstu skóflustungu og með tíundi gærdagsins að þá teljum við það vera raunhæft markmið. Í undirbúningi verkefnisins var lögð sérstök áhersla á 3 meginþætti en þeir eru skjólgóðir garðar, öflugt nærsamfélag og svo einkenni Reykjavíkur þegar horft til byggingaforma og götumynd. Og við köfum aðeins ofan í þessa þætti. Þá viljum við minna þessu og meira þessu, klárlega. Ég held að sé allir sammála um það, á þess að þurfa að flýja land. En það er aðstæður sem við vorum að reyna að skapa með þessu verkefni, er að búa til fleiri svona aðstæður. En hvernig gerum við það? Jú, við byrjum að minnka pláss fyrir bíla á yfirborði og aukum þá pláss fyrir fólk á svæðinu. Og svo þurfum við að búa til þetta skjól og við gerum það með því að hafa örlítið hærrestari byggingar í útjaðri og meðfram Kringlumýrarbraut. Og það skýlir ekki eingöngus frá veðri og vindum, heldur líka frá hávaða, frá umferð á Kringlumýrarbraut. En síðan þurfum við að tryggja þessi svæði, inngarðana, að þessi sólrík svæði og ekki skuggavart. Þannig að þá erum við með lágreistari byggð inn á miðju svæðinu og erum þannig að lágmarka skuggavarp á þessi almenningsrými. Svo önnur leið,
það að hverfa frá þessum rúðurstrikuðu randbyggð og fara í gamla formið. Og það hugmyndafræðin sem við vorum að vinna með. Að vera með þessu óreglulegu stræti, þröngu, sem að brjóta vindinn ennþá meira og búa til ennþá meira skjól. Svo það byggingaformið og við horfum svolítið til gömlu Reykjavíkur hvað það varðar og fengum innblástuð þaðan með fjölbreyttum þakformum, litum og uppbroti eins og sjáum efri myndinni og settum það í rauninni aðeins í nútímalegri búning en vorum svolítið að byggja þessum anda og þið sjáum bara hvaðan innblásturinn kemur, það bara hérna. Þetta mjög heillandi og allir sammála það. Svo það þriðji þátturinn að það að mynda þetta heildstæða hverfi og öfluga nærsamfélag með öllum þessum nýju íbúðum, sameiginlegum grænum svæðum, almenningstorgum, menningarmiðstöð, svo allri verslun og þjónustu í nágrenninu, afþreyingu, listum, kvikmyndahúsum, borgarleikhúsi og svo mátti lengi telja. En þetta pakkar þessu öllu saman, þessu konsepti og þú ert með alla þjónustu þarna bara við hendina og þarft aldrei að hoppa upp í bíl. Svo sjáum við þarna á myndinni vinstra megin að þarna í rauninni hjarta, það þetta almenningstorg sem myndar þetta hjarta í hverfinu með menningarhúsið þar við hliðina og svo þessa skel í kring þess að myndar þetta skjól og þessi gæði í görðunum. Svo svona aðeins líkitölur, það áætlað að þarna rísu 420 íbúðir, 11.000 fermetrar atvinnu og þjónusturými á neðstu hæðum og þá sérstaklega í kringum almenningstorgið. Svo aðalþátturinn, það eru þessu dvalarsvæði og gæði þeirra, en yfir 20% af flatamáli íbúða eru dvalarsvæði sem skiptir gríðarlegu máli upp á gæði hverfisins. Svo langaði mér að sýna ykkur nokkra myndir en myndin að segja meira en 1000 orð, þannig að þið sjáu hérna uppi hægra megin í hotinu, það rauð píla sem sýnir í rauninni hvar við stöndum og hvert við erum að horfa. En þarna stöndu erum við að koma frá Hamrahlíðinni og erum að labba inn á Kringlurreitin og í áttina að Kringlunni. Þið sjáu Kringluturnin þarna. Þetta gefur ykkur svona smá innsýn inn í það hvernig þessi götumynd mun líta út og þetta einstaklega heillandi okkar mati. Svo höldum við áfram og erum komið inn á almenningstorgið, stöndum við prentsmiðjan og horfum yfir torgið og þarna verða verslun og þjónusta á neðstu hæð. Færum okkur svo yfir torgið og horfum í áttina að gömlu prentsmiðjunni sem verður breytt í menningarhús og þið sjáu alveg lognið, það mun að blaðran, hún hreyfist ekki. Svo erum við komin í einn af tveimur inngörðum, þetta norðurinngarðurinn og þarna sjáum við bara andan sem við erum að reyna að skapa með þessum hreinu og fjölbreyttum byggingaformum, aðgreiningu íbúða og mikið uppbrot og mismunandi litbrigði og fleira. Það þessi gamli andi sem við erum að reyna að skapa þarna með þessu. Svo hérna síðasta myndin, það þessi Vissgata sem að tengir þessi hverfi saman frá almenningstorginu og yfir í inngarðana og maður sér fyrir sér alveg að geta setið þarna úti og drukkið morgunbollan og notið lífsins. Já, svo bara í lokin langar mér að segja að náttúrulega lykillinn að þessum góða árangri náttúrulega bara gríðarlega gott samstarf og samráð við hagaðila og þá langar mér sérstaklega að nefna skipulagssvið Reykjavíkurborgar sem við staðið þétt við baki okkur og unnið mjög metnaðarfullt starf í að tryggja gæði bæði íbúða og hverfisins í heild sinni og það í okkar mata ástæðan fyrir að Kringlurreiturinn bera af í algjöru sérflokki hvað þetta varðar. Það litið á gæði umfram magn. Þannig að við hjá Reitum erum bara gríðarlega spennt að halda þessari vegferð áfram og fara í næsta áfanga og hefja uppbyggingu. Takk fyrir mig. Takk hérlega fyrir þetta, Birgir. Virkilega, fannst mér virkilega spennandi að sjá og greinilegt að búa öll þessi 10 ár og þau hafa skilað sér í frábæru verkefni. Næsta á svið býð ég Dóru Björt Guðjónsdóttur, formann umhverfis- og skipulagsráðs. Hún ætlar að segja okkur nánar frá vinnu með borgarhönnunarstefnu en hún stýrimaður hópsins sem vinnur að henni. Gjörðu svo vel. Stýrimaður hópsins, það mjög gott.
Ég ætla að nota þetta, ég stýrimaður hópsins, það hefur fullkomna heiti fyrir þetta. Kæru félagar, ég ætla að fjalla hér í dag borgina okkar í augnhæð og mótun borgarhönnunarstefnu. Og það mjög ánægjulegt að koma eftir Birgi hjá Reitum sem að þróa kringlureitin og þar eru dæmi hvernig við erum að hugsa þetta, hvað við þurfum að huga að. Það ekki sama hvernig við byggjum upp borgina, við verðum að tryggja gæðin. Og í mínu hjarta hvílir mikil ástríða fyrir skipulagsáherslum og borgarþróun með skýrum markmiðum efla enn frekar lifandi, græna og gefandi borg, þar sem við höldum utan hvort annað, þar sem borgin býður upp á menningu og stuðlar að félagslegum töfrum og tengir okkur saman. Þar sem við hvetjum fólk til að ferðast á vistvænan hátt og bjóðum öll velkomin. Þar sem við nýtum vel innviði og þéttum borgina en það ekki sama hvernig það gert. Við verðum að tryggja gæðin. Og fyrir kosningar þegar ég fór að tala að við þyrftum að móta stefnu gæði, borgarhönnun, að þá var ekki mikill hljómgrunnur fyrir þetta og ekki mikill áhugi. Og það hefur aldeilis breyst og ég fagna því virkilega. Nú mikið verið að tala birtu, það verið að tala hljóðvist, það verið að tala almenningsrými okkar, það verið að tala fagurfræði og ég fagna þessu og ég svo glöð í hjartanu yfir því að þetta sé loksins komið á dagskrá, komið á kortið. Það ekki bara hraði og magn, hraðar ekki flækjast fyrir, það líka hvernig og fyrir hvern, fyrir fólk, svo að fólkinu líði vel í borginni. Og við viljum líka að við getum tryggt gæði á þess að taki 10 ár. Við viljum auðvitað líka vinna vel með okkar uppbyggingaraðilum, við viljum vera skýr og við viljum tryggja það að við séum að vinna að farsælli borg í þágu íbúa. Hvers vegna borgin í augnhæð? Jú, í borgarskipulagi og arkitektúr vísar manneskjulegur mælikvarði til þess hvernig byggt umhverfi hannað með þarfir, upplifun og stærð manneskjunar í huga. Því þetta snýst jú allt saman ykkur, kæru borgarbúar, ykkar þarfir, ykkar velferð og vellíðan og ykkar drauma. Og við erum hérna fyrir ykkur. Það okkar hlutverk, það borgarinnar hlutverk. Og þess vegna fórum við á stað með borgarhönnunarstefnu fyrstu sinnar tegundar í Reykjavík. Og nú ætla ég að athuga með hvort það sé hérna bendill, eða það bara tölvan kannski. Það fyrir aftan tölvuna, ég ætla að ná mér í hann, áður en lengra haldið. Markmið borgarhönnunarstefnunnar að skipulagsvinna stuðli að því að borgin þróist áfram í farsæla borg, þar sem gott að búa til framtíðar. Skoðum það sem virkar til að vita hvert skuli stefna. Við þurfum ekki að byggja í gömlum stíl til þess að læra af eldri arkitektúr og endurskapa sjarman sem við kunnum svo vel að meta. Við getum hannað byggingar sem uppfylla nútíma kröfur og spegla samtíman leið og við drögum lærdóm af því sem virkar, svo sem hlutföllum, efnisnotkun, þakgerðum og öðrum smáatriðum. Fleygað horn opnar torg fyrir framan sig, hallandi þök og uppbrot brýtur upp hæðina. Gangstétt sem rennur yfir gatnamót gerir umhverfið aðgengilegra og öruggara fyrir vistvæna ferðamáta, sem dæmi. Svona þættir geta haft jákvæð áhrif á nútímalegar byggingar og skapa samhljóm við umhverfið, þar sem hefðir og nýsköpun fara saman. Að varðveitum sömuleiðis eldri byggingar eins og kostur og glæðum þannig borgina margslunginni og áhugaverðri sögu, auk þess að huga að kolefnisfótsporun okkar. Borgarhönnun jú fræði og fag vegna þess að upplifun okkar af umhverfi okkar ekki tilviljunum háð. Það eru til viðmið og reglur sem við þekkjum til og sem að virka til að gera borgina meira aðlaðandi og betri. Svo einfalt það. Borgarhönnunarstefna snýst að tryggja gæði og byggingarnar og hvernig þær mæta umhverfi sínu. Við viljum byggðamynstur sem skapar áhugavert umhverfi, skjól og hleypir inn birtu. Það mikið talað birtu. Það
dásamlegt og mikið búið að gerast síðan ég tók rant með þáverandi ráðherra Svandísi Svavarsdóttur þykkt kroppa og nú komin ljósvistarkafli sem komin langt í ferli og kemur vonandi inn í byggingareglugerð. Þannig að við þurfum ekki bara einhverja stefnu hjá Reykjavíkborg til að huga þessum málum, heldur að það sé huga þessu allstaðar því að allir íbúar hvar sem þeir búa hér á landi eiga skilið birtu og gæði. Samgöngurímin þurfa að virka sem skilvirkir innviðir daglegs lífs og að fólk hafi valkosti ferðamáta. Jarðhæðir og kantsvæðin þar sem byggingarnar mæta jörð eru veggir almanna rýmisins og þau skipta þannig öllu máli. Við viljum að inngangar og gluggar séu áberandi og að innra og ytri rými tengist og glæði hvort annað lífi. Við viljum styðja við öryggi og öryggistilfinningu þar sem húsin standa vaktina og að lýsing og yfirborð hæfi hverjum stað. Við viljum fjölbreytt dvalarrými sem jarðveg blómstrandi borgar sem býður fólk velkomið. Ásýnd bygginga andlit borgarinnar og við viljum varðveita og styrkja sérkenni leið og að borgin sé fjölbreytt og bjóði upp á hið óvænta. Þetta á að vera svolítið áhugavert. Gróður órjúfanlegur hluti farsællar borgar og við viljum að gróður fái tilheyrilegt rými og sé ekki bara einhver auka stærð. Það þarf að huga mörgu í kringum þetta. Við þurfum að vita hvernig borg við viljum. Leiðbeina, vera opin fyrir hugmyndum, setja þarfir borgarbúa í forgang. Við þurfum skýrari tengingar bygginga við borgarland. Við þurfum að vera auðmjúk, opin og draga lærdóm af því sem hefur lukkast vel, sem svo margt, en líka því sem hefði geta orðið enn betra. Borgin dásamleg, hún verður betri með hverjum deginum. Það margt sem að virka svo frábærlega og við ætlum að gera hana enn betri og vera skýr með þær kröfur sem við setjum strax í upphafi. Það tryggir ekki bara gæðin, heldur styður einnig við skilvirkari skipulagsvinnu og góð samskipti milli borgaryfirvalda og uppbyggingaraðila. Þannig helsta hönd í hönd að hraða, flýta fyrir og tryggja gæðin. Þetta gengur saman hönd í hönd. Borgarhönnunarstefnan verkfærakista fyrir hönnuði, uppbyggingaraðila og aðra sem borgina byggja til að nýta sér við vinnu sína. Farsæl borg fjölbreytt, tengd og vel hönnuð. Og þessi stefna sem við erum að vinna sem komin ansi langt, leiðarljós til að tryggja að við byggjum slíka borg og við tryggjum gæðin. Því þetta snýst ekki bara hvernig borgin lítur út, heldur fyrst og fremst hvernig hún lætur okkur líða. Við viljum byggja borg fyrir fólk. Takk. Takk kærlega fyrir þetta, Dóra. Búið að vera mjög ánægilegt að vera með ykkur í dag. Nú ég smá spennt af því að mögulega kemur Heiða hlaupandi því að hún var dregin í viðtali rétt í þessu. Þannig að kannski kemur hlaupandi og veitir okkur smá loka orð. En áður en við kveðjum allavega þá vil ég minna á að inni á reykjavík.is/íbúðir þá eru upptökur og kynningar frá í dag. Ef eitthvað sem að þið viljið skoða aftur eða einhver sem komu seint inn þá hægt að nálgast það þar. Og þetta bara senda á vini og vandamenn sem hefðu gott að því að sjá eitthvað frá því í dag. Já, eins og ég segi, ég bara smá spennt hvort að Heiða komi hérna. Já, sko. En ég vil allavega þakka fyrir mig og það búið að vera virkilega ánægilegt að sjá mörg kunnuleg andlit í salnum í dag og gefa Heiðu loka orðun, gjörðu svo vel. Takk fyrir og bara kærustu þakkir fyrir komuna, fyrir að fylgjast með og fyrir að hafa áhuga á Reykjavík og uppbyggingu hér. Við erum svo heppin, það mikið af fólki sem vil búa í borgin okkar, hún kraftmikil og hún spennandi. Við viljum bjóða upp á menningu og góð svæði, gott mannlíf. Þið eru forsenda þess, þeir sem búi í borginni og líka þeir sem eru að byggja upp borgina með okkur. Gaman að sjá okkur, gleðilegt núna áðan þessi undirritun, þar sem við ætlum að reyna að hefja það að þróa borgina meira með fólkinu, sem við erum alltaf að gera. En við viljum alltaf taka ný skref, ganga lengra og
nýr meirihluti kemur bara saminnaður, spenntur og kátur að borðinu með þessar áherslur að við séum að horfa á mismunandi hópa og tryggja að borgin sé fyrir okkur öll, svona eins og hún sagði í Vandkvisten. Við erum ekki bara að byggja fyrir einn hóp, við erum að byggja fyrir alla þá sem að búa í borginni, þannig að allir geti fundið sér stað og átt heimili og búið við öryggi og sín besti mögulegu lífsgæði. Takk fyrir daginn og takk fyrir að koma. Áfram Reykjavík.